Ég að nota chatið, let's go. Það held ég, Dóttarfútból heilsar ykkur, það Doxzone, engin handbolti. Það taglænið, engin helvítis handbolti. Það reyndar leikir í handboltanum ákvæmt núna, Nafli, hvað staðan í handboltanum núna? Já, það spurning. Þér slétt. Já, mér gæti. Ég búinn að kasta í hvíta hanglaðinu. Naflin er alltaf fyrstur að gefast upp, maður sem hefur oft gefist upp. Kili, velkomin. Takk hérna, ég gefst aldrei upp. Maður sem hefur spilað í C-D og E-deild á Íslandi, maður sem þekkir að spila í hvað? B, C og D, Reynir Sveins. Alltaf ekki. Áttu leiki í efstu? Nei. Og þetta enga leiki í bestu deildinni. Þannig ég eini hérna sem spilaði í bestu deildinni. En Nafli, spilaði þú í bestu? Nei, ég spilaði ekki í bestu deildinni. Nei. En það stóð teft. Ég hefði samt með Reyni í Fjölni. Já. Didn't make the cut. Didn't make the cut. Það Í miður. Strákar, ég var að kíkja þess á, þeir eru að bjóða góðan daginn, huge respect á Naflan, alltaf mættur. Já. Já, hann er mágætismætingum. Let's go, segja menn, takk og alls konar. Láti alla vininga vita að Doxzone byrjað deilið út allt, náðu í linkin, setja hann inn á Dóttarfútból leikmenn. Skulum fara að kíkja á leikina. Einn af aðleikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni leikur Liverpool og Ipswich. Eru allir með einn á hann? Einn. Einn. 5-0. 5-0, 4-0. Já, ég er sammála þessari 5-0 pælingu. Ég held að sé alveg mjög líklegt. Og ekki halda áfram að fara. Voru búin að setja þetta á skjáin, byrjunarlið. Hérna er allir með einn hér. Svo sem ekkert svo sem kemur á óvart í byrjunarliðunum með það. Nei, ekki neitt. Nei, ég bjóst hann myndi halda til Tímíkas. Kostas Tímíkas. Já, hann er búin að vera segur eftir hann kom inn. Robertson búin að vera tómið bulli lengi. Já, sjáum hérna liðin, kíkjum að þess á Brighton og Everton. Eru allir með einn hérna? Ég með X. Með X. Ég er með einn, já. Já, það er hérna Anton Gylfi Pálsson, minn maður, hann er á vellinum, þannig að ég verði svolítið maður, ég held að Everton sé að fara að taka allavega stig út úr þessu. Þú ert með X og ég með einn. Já. Ef við bara reynum að muna þetta. Næsti leikur. Já, ég er að setja, ég fær nú ekki að tvítryggja mig. Nei, reyndar. Bournemouth, Nottingham Forest lúmskur stórleikur, má vel að segja það. Náttúrulega Norveits sjóðandi heitir, Bournemouth ógeðslega heitir, en þeir eru með tóltinn meðsli. Philip Billing farin til Napoli. Ég sá það með þarna eftir sigurinn á móti. Hvernig getur hann fengið Napoli? Það var alls skæðar fengið stórlega á Ítalíu maður. Þannig að Hama Traore sem var hann í bakverðinum í Bournemouth komst ekki liðið. Já. Hann fekk þá líka. Já, það eru mennir ánægði við að sjá RMS hérna inn á, Reynir Már Sveinsson. Og the fans eru sáttur og þá er ég sáttur. Munið að subscribe Dóttarfútból, munið að likea vídeóið, munið að gera allan pakkan. Hér er leikus. Hvað voru menn með á Bournemouth Southampton? Við förum aðeins tilbaka í Bournemouth Southampton, afsakið þetta strákar mínir. Hvað er með hér? Ég ætli einn annað. Ég ætli einn annað. Tveir og hvað varst þú óttu með? Mér minnir að ég hef verið með Twistin, hvað segir Búlis? Hvað sagði ég síðast? Var ég ekki með Twistin? Já. Ok, ég er með einn, bara með heimaleiki sem afir. Heimasýra. Má ég sjá, næsta leik það er Southampton Newcastle. Já, bara 2 easy. 2 easy, segir hann. Já. Rúitt. Þeir mæta reyðir eftir síðustu helgi. Já, mæta reyðir. Það var reyndar góðu taktur í Southampton, sko. 3-2 tap þarna í síðasta leik. Já, líka fínir mútið Manchester United. Þeir eru bara svolítið eins og börnlegir fyrra. Þeir geta verið góðir en þeir enda á að fá kall upp, sko. Þeir finna alltaf leiðir og svo er kóngurinn mættur aftur í markið. McCarthy. Já, það er snillíkur. Það er algjör snillíkur. Vinnur fyrrum liðsfélagi Viktor Sunnas. Þetta er kannski meiri 50-50 leikur ef við heldum. Enmar Neri er komin tilbaka. Og byrjar þennan leik Thomas Partey með Rice, engin Martin Ødegaard. Er Martin Ødegaard á bekknum? Voruð þið búin að rannsaka það? Reynir Sveinsson, þú ert hérna frá Arsenal samfélaginu. Er Martin Ødegaard, er hann á bekknum? Er hann ekki veikur, bara að vera típist hann? Það er alltaf eitthvað. Það er alltaf eitthvað að segja þér. Illness. Já, ég vissi. Gott, illness. Er það ekki mjög eitthvað svona... Já, hann er með nýfættan krakka, ætli krakkin ekki smita hann. 0-0. Hann er sko fljótur að greina þetta. Ég þekki veikindi. Þetta er bara svo leikskólan með ringt sér inn veika með veikt barn. Heldur betur. Kannski er krakkin bara veikur. Já, krakkin er bara veikur. Skoðum aðeins hvað segirðu? Úlsef. Ég ætla að fara í X þarna, bara svona óskikja. 1-0 Arsenal, hark. Ég ætla að segja 2. Já, ég var með í seðlinum Arsenal sigurinn. Ég held ég hef sett 1x á tippinu. En ég tvítruður. Og hvað ætlar að setja? Ég set Arsenal. Já, ég með það á seðlinum.
Það held ég, skoðum aðeins hvað við gerðum hér, skora á alla til að fara á Epic og gera daginn aðeins skemmtilegri og maður sjá nafli, við sjáum þetta bara hérna, ég þarf kannski ekki að lesa þetta allt upp. Nei. Við erum þetta með klukkan kortur yfir 3 eru leikur í Spænsku, Atlético Madrid Villarreal. Já, hvernig staðan í handboltanum? Kíktu aðeins á hvernig staðan í í handboltanum. Herri, voru þið eitthvað ósáttur eftir þennan handboltan í gær? Þú veist, Króatía úti í Króatíu, ég er bara alin upp við að maður eigi að tapa svoleiðis leikjum, þannig að ég gerði bara ráð fyrir því. Eina sem ég var brjálæður yfir var bara þegar Bjöggi kom inn á einhverja 20 mínútur því miður. Hann er bara að halda honum inn á, sko. Já, það var 80 mínútum Eftir að leikinn. hyggja. Já, þetta var ansi súrt tap hjá íslenska handboltanarslinu og svo er það ennþá súrara að Slóvenar jafnaði í lokin. Já. Hvað var það? Sáu þetta? Og margar sendingar. Máttu taka 4, tóku 5. En akkur fyrir hendin upp á liði sem er undir? Þeir voru náttúrulega bara lítið eftir, þá verið hendin fyrr upp, sko. Mér finnst þetta alltaf vera óskrifu regla að liði sem er undir. Þeir fá alltaf svona lengri tíma, skilur við. Þetta var... Gaurinn átti bara að láta sig vaða hann í gegn, hann þurfti að gefa einu aukasendingu, en allir geta farið hann í gegn eitt gæinn, ég man ekki Vla eða eitthvað. Menn er að líka þessar sæningi á RMS, reynum á Sveinsinni sem er hérna lengst á hægri kantinum við það þegar að United sænaði Vítids í janúar. Nú, Sert segir engan handboltatakk, en við ætlum samt að klára þetta hérna og fókundi staðan er í handboltanum. Það er Austuríkir að vinna Hollendingarna með 1 marki, 14-13 og Sviss er að vinna Ítalíu 13-8. Já, ég var að spáði þann leik að hendunum á seðil. Hér er bildari dagsins og byrjaði Calvin Phillips. Já. Tjekka á því. Nafli, yfir 3,5, Hjörvar, Mohamed Salah skorar, RSM, RMS, reynirinn okkar með yfir 3,5. Já, hot. Fyrir áleik. Hot. Í fyrirhálfleik, þetta er mjög svona nýs og skemmtilegt hvernig þú gerir þetta. Nú, Calvin Phillips fær gult spjald. Reynir, það er eitthvað að gerast strax á Molyneux vellinum. Hvað er í gangi? Það fyrir nú rólega stað sýnist mér. En ég er svona frekar, veit ekki alveg með, eins og startið með þetta svona hálf orkulaust svona... Blóðlítið? Já. Ekki, með þetta Havertz Trossard dæmi, sko, en ekki að Trossard svo sem var svona búin að vera svona manna bestur í síðustu leikjum. Til að mikið með annan í bóndadag, Hjörvar, segir Hreimur Guðlaugsson. Þetta er annar Hreimurinn þá sem að ég þekki. Margir að veltaði fyrir sér bóndadagsgjöfunum. Það er væntanlega verið eitt Hak-Túa, Reynir. Já, heldur betur. Já. Steak and a blowjob. Já. Hak-Tú. Kili, þú varst nú maður sem komst með þetta Hak-Túa til Íslands. Já, til Íslands. Já, í innlitaðingar. Það er bara svo leiðis. Þú mættir að fagna bóndadeginu með einu góða. Jú, það var nóg að því, engar ágjur. Engar ágjur að því, Nafli, þú varst næstu úti í gær, þú varst að dansa af þér skallan. Heldur betur. Svo lendur í því að labba heim, þú ert heima 100 metrum frá kórnum, sjá hvernig þú varst út leikinn eftir þetta. Sjá þig. Þetta er svakalegt. Sjá þig naflan. Það er sko, það kyngdi niður snjó þarna í Evropum Kópavogs. Sjá naflan maður. Þetta er, ég sé að Leo Reynis horfir á þessa mynd og hugsar, þarna geti verið gott mín. Leo sér tækifæri. Sér tækifæri. Naflinn hefur labbað öfugan hring heim. Já, þetta er rosett. En fengu ykkur að gjafir eitthvað annað en Hak-Túa? Ég? Já. Nei, engin gjöf þetta árið. Mör. That's cold, man. Engin gjöf. Shit. Já, hart í árinni. Reynir, fyrst þú eitthvað? Nei. Gjöf? Nei. Engin gjöf? Nei. Það er bara ég sem fekk blómvönd. Þú veist blómvönd? Já. Frá mér? Blómvönd, já. Frá mér? Já, heldur betur. Ég fekk sundstuðbuxur. Nú er konan að láta sér dreyma nýjan þurrkara í konundaskjöf. Það er ekki séns eftir hún gaf mér sundbuxur að hún fái þennan nýja þurrkara sem hún var að reyna að berja í gegn síðustu 2 ár. Fækstu þveng? Nei, bara svona stuðbuxur, þú veist einhverjar. Er ég að fara að taka þú í salalaugina? Já, ég er ekkert búið mikið að fara í sund. Ég treysti ekki hreinlæti fólks í dag. Þannig að ég fer ekki helst ekki í sundlög. Þannig að maður sjá, er þetta venjulegur eða djamsnjórinn, spyr Sigurds. Þetta er venjulegur snjór. Er þetta venjulegur snjór, ekki? Þetta er venjulegur snjór. Þetta er venjulegur snjór, já. Já, tjattararnir eru góðir. Tjattararnir, það má ekki vanmeta þá. Kalliði alla inn á tjattið. Og ég minna það að
Það einhverjum 3-4 mínútur liðnar að þessu rólegt í leikjunum það sem af það auðvitað allt byrjað í öðrum löndum. Nú, ef að skoða hvernig staðan annar staðar, ef að byrja á Þýskalandi kannski? Byrjum á Þýskalandi. Alltaf mörg þar. Það alltaf mörg í Þýskalandi og... Sá að Bayern voru konur yfir, ég ætla að reyna að tróða þeim í seðilin á hann. Já, það ákveðið sjokk að Bayern séu konur yfir maður sjá. Borussia Dortmund konur yfir á móti Werder Bremen. Bayern konur yfir á móti Freiburg. Hver skoraði fyrir Bayern? En ekki í það? Harry Kane. Harry Kane auðvitað og Leverkusen konur yfir á móti Leipzig og útivelli. Það alveg leikur. Það að fylgjast með honum. Schick. Patrick Schick með markið þar. Slottenbach með raut hjá þeim. Como að vinna Atalanta. Cesc Fabregas og lærisveinu hans yfir í hálfleik. Og við náum ekki leik Strasbourg og Lille. Við erum farnir út þá. Millwall unnu Luton í morgun. Gengur ekkert hjá Luton. Stoke og Oxford með geggjað 0-0 jafntefli. Og svo uppáhaldið okkur alla. Kanarífuglarnir. Norwich með 5-1 sigur á móti Swansea. Nafnið, þú væri til í að fá Kanarífuglarna þína aftur upp. Já, það væri nú gaman. Það myndi nú leta lundina að fá Kanarífuglarna. Helst í erriðabúningum. Já. Það var alltaf gott. Gili. Benóni á bekknum og staði byrjar hjá Grimsby. Þessi veisla hafin. Hvað að gerast hjá Arsenal, Reynir? Það bara ekki neitt. Það bara gjössamt nóði í gangi þarna. Já. Svona Arsenal-legt bara, svona til að byrja með. Algjörlega rólega. Já, þú ert frústreraður. Það eitthvað frustrasjón í þér. Nei, þetta bara svona býður eftir að fara að fá okkur leik svona sem við erum almennilega samfærandi. Það kom mark. Leverkusen konið 2. Vá, þetta var ekki bara einhver flúk tímabili í fyrra. Nei. Xabi Alonso veit nákvæmlega hvað hann að gera, sko. Það var að setja massive respect á ríkissjónvarpi. Þeir canceluðu Gísla Marteini út af bóndadeginu. Bara out of respect fyrir testanum. Þá canceluðu Gísla Marteini. Og í staðinn var glæsileg dagskrá. Það byrjaði kl. 6, þá var Vestfjarðavíkingurinn í 20 ár. Samuel Örd fór yfir þyngstu lyfturnar í sögu Vestfjarðavíkingsins. Svo kl. 6:30, þá var 45 verður 47. Gísli Valdarsson ræður endurkomu Donald Trump við þá Sigurð Bond og Þór Pálsson. Nú 1930 þá var það heimildarmyndin Saga Players í málamyndum með Mikael Nikolássyni. Jæja, mesterpartíin. Já, og rúvararnir voru ekki hættir þar því að klokkan 9 þá var 101 róttök. Fallegustu róttök söguna allt frá Ali til Forman, Lennox Lewis til Klitschko. Klukkan 21:10 hóf síðan The Last Boy Scout bandarísk bíómynd frá árinu 1991 með aðalhlutverk fara Bruce Willis og Damon Wayans. Nú svo klukkan 23:30 The Roast of Dagur B. Sóli Hólm roastaði Dag B. Og sérstaklega gesti voru Bolli 17, Hallur Hallsson, Baldur Kristjánsson og Guðmundur Fertram. Og svo klukkan 2 í nótt þá var það Heiðar Austmann, Lögin mín. Eftirleitis lög uppáhalds útvarpsmanns þjóðarinnar þar sem hann fór yfir alltaf harðastæði bransanum. Það var, þú veist, með respect á RÚV þeir canceluðu Gísla Marteini út af lack of testi. Þetta er geggjað. Vilk dagskrá. Heyrðu, það er færið. Nei. Það mallar bara hérna, sko. Mástu, hver skora fyrsta mark í enska boltanum? Jón Daði Böðvarsson búið að jafna 1-1. Herðu, hvernig kemur The Roast of Dog? Aldrei. Má ég sjá, hver skora fyrsta markið? Ammo. Danni, hvað er mikið ammo? Hvað er mikið? 200 eurur. 200 eurur ammo. 200 eurur ammo. Settið á tjattið. Reynilega. Nei, Lerein. Settu á tjattið. 200 eurur fyrir fyrsta markaskoran. 200 júr. Ammo. Herri, varst þú með eitthvað ammo á dömundunni gær? Nei. Hvað vantaði ammo eða? Það vantaði ammo. Ég held að við þurfum nýja rakspíra á þig. Já. Við þurfum að fara að vera með boss rakspíra. Já. Ég held að sé búið að leifa hann aftur. Það er búið að leifa hann aftur. Ég vil hægt svo jakka þetta dæmi og bara fara í hlýran, sko. Á Já, mæta þér. Lýra. tröstið. Það er fílan aflan snirtilega. Það er að hafa hann snirtilega. Við Við erum að sjá þetta tjattið vakna. Það er Sala, Chris Wood, Welbeck, Elanga, Gordon, Isak, Trossard. Það er komið fyrsta marki. Það er komið. Hver skoraði? Bournemouth. Cancel. Það er ekki komið. Stop the bets. Er var momentið? Nei. Nei, bara ekki komið markaskórin. Já. Ég er að tala um það. Kluivert. Það er einhver með hann. Það er Áki. Jón Garðar Árnason. Hver er efstur með Já, hann? Áki Jón hann. Garðar Arnarsson. Já.
Jón Garðar Arnarsson sýnist mér vera með þetta. Er hann nokkuð að svindla? Nei, ég held að þetta var pott. Heyrðu. Hósi Sæ, tómur ruggli. Í tómu tjóni en bjargaði sem meistarlega út úr þessu. Klauvert búin að vera svaðalegum hítir. Þið búin að sjá hérna Prevented XG tölurnar hjá Jose Sá? Hei, hvað með það? Það er svona eins og leki alltinn hjá drengnum. Ég ætla að setja á hann hérna, ég ætla að setja þetta á búlísana, þannig að menn geti séð þetta. Þetta er svona besta leiðin til að sjá hvort að markmenns hvað þeir eru búin að geta. Drengir, hvað er að gerast hjá Liverpool, Nafli? Bara mest lítið, þeir halda bara í boltan en eru ekki að skapa sér á síðastu þrjungi. Já, þarna vaknaði Kélin. Það að fá okkur hotn, búlararnir? Þetta standa hotnamálinn á búl. Er Southampton að skora? Engin hotn en þá sko. Southampton að setja hann. Southampton voru að setja hann. Southampton að skora á móti Newcastle, geti fengið þetta staðfest. Southampton að skora á móti Newcastle, geti fengið þetta staðfest. Bednarek, Beds. Ég held að hann sé markaðasti pólverinn í sögu Premier League. Ok, heyrðu! Þetta verið rosalett. Pablo Sarabia, maður. Pablo Sarabia með dauða færi. Þetta var rosalega þessi mynd af naflanum. Grafli, hvernig var stuðbandið þarna? Stuðlabandið? Það var ekkert stuð í því bandi. Það eru satt vinir mínir. Já, ég veit að mér varst bara ég veit ekki hvað var. Ég líka er ekki hrifin af þessu Lari Lei-dótið á þetta, ég nenni því ekki. Lari Lei. Ég nenni því ekki. Þegar ég var upp á borðinu og var að stýra Lari Lei að það hjá mér. Það fór ég bara barinn. Og að steikja naflan á leikskólinu með þessu. Nei, ég segi nefnilega, þetta er nefnilega ekki leikskóli sem búið að steikja með. Leopold 1-0. Herðu. Og hver sagði ég myndi skora? Hver sagði ég myndi skora? Sástu skotið hjá honum í gær á X-inu það? Nei. Það var skot sem var að ganga um X-i á æfingu, bombaði stöngin inn. Á svona 40 metrum. Herru, hvert setti ég á seðilinn minn sem markaskora? Það var Sobo. Vel gert. Zabo. Þetta er þekking. Ching. Já, ég með Gagbo. Minn lítur Veistu hvað, ég hugsaði með mér, þeir verða með low block, þá er skotmaður að fara að skora. Já, hann bara, er þetta vinstri? Sæll. Þetta er stöng. 1-0. Ég byrja mikill í brekku hérna, seðlinn allavega. Það er svona eiginlega Hvað er þessi Volton hann í markinu? Er þetta Bill Volton, þetta gamli Boston? Körfuboltaleikmaður. Newcastle halda hann fulltime. Já, ég er í Newcastle -1. Þeir eru ennþá alveg í von. Já, það er komið 1 inn. Það er Dominic Szoboszlai, það er hæsti stuðli á mér, það er 3. Og það tók mig 11 mínútur að klára það. Sælandri á þér að verið svo góður síðustu skilur. Já, drullu góður seðlar hjá mér. Er að vonandi elta menn, ef menn er með no ammo, þá segi ég elta. Nú, ég ætla að sýna ykkur að Jose Sá hefur alltaf varið skoti í Premier League í ár. Og við erum aðeins að henda upp hérna skilti. Þetta er bara sófaskóri, eru lélegustu markmennir í deildinni. Þetta er svakalegt. Hann er tæpum 8 mörkum frá því að þetta sé allt eðl. Shit. Það kemur engum óvart á Danny Ward. Ari Lóa lélurinn í held. Ari Lóa líka. Já. Ariola. Ég fór að hugsa Alvaro og Ari Lóa. Rugglaði þessu saman. Þetta er staðan, þeir sem eru að underperforma þetta allt saman. Og það er svo sem ekkert meira þetta að segja þannig lagað. Fyrsti markaskorari, 200 evru vinnur. Hvað ávísun? Það á ávísun. Skrifum 200 evru á hana. Leo Reynis, getur þú skrifað 200 euro á þetta eða hvernig gerum við þetta? Má ég sjá þetta? 200 euro á þetta, hver vann þetta? Kristján Ingi. Gunnarsson. Nei, hann kann ekki hjóla. Það er Kristján Ingi, Klauvertinn, var þetta ekki löngu áður en að skoraði? Já, alltaf reynum. Það voru einhverjar að svindla þannig, ég sá það sko. Það er eina staff. Lauma sér. En það er eitthvað sem ég hatt í lífinu, orða svindl. Á hverju stýðru hérna ananas og pítsu? Arsenal! Nei. Hótt. Týtur að vera, nei, það er bara vorspilna. Mark. Leipzig að minka munin. Nú, á hverju stýðru naflinn matar hryðjuverkið ananas á pítsu? Já, ég veit ekki hvaðan þetta kemur. Ég held að ég styði svo sem ekkert ananas á pítsu. Nei, mér svo fínt. Ég fæ mér ekki ananas á pítsu sjálfur. En ef það er í boði þá éti ég hann alveg. Arnar Sveinn Geirsson gerir það, kemur ekkert óvart.
Hann fyrir aðra leiðir. Það kólnar ekki vegabréfið Nei, það er náttúrulega bara nót til að sá þið tekjublaði. Já, ég veit bara Guð blessi þig. Guð blessi alla. Málið er þetta, þessi gallar sem að Gunnar Birgisson er búin að vera í að núti í hérna Króatíu. Þetta Palm Angels og svona, er þetta ekki rándýrt? Þetta er design sko. Er þetta ekki rándýrt? Þetta er bara 200k stöf. Shit. Það var ég meina flík sko, ekki gallinn sjálfur sko. Er þetta ekki bara, hvað kostar svona pís, Danni Óla? 80 kall pís. Já. Má ég kalla þetta pís eða? Hann þagnaði allt í einu maður sem þegir aldrei. Með Bjarki Már, hann var í hljómsveitabúl og svaraði Gunni Birgis bara með einhverjum 80k lík. Ég fekk... Þau erum á Farfetch hérna. Já, þetta er... Sko, ég er hérna með myndanum, bara alltaf verið að senda mig myndir á hann, sko, því hann har margórið aðdáðundur, sko. Það segir að þetta senda þetta Bullish. Og sjá... Bullish. You got mail. Þannig er hann... Vá. Sko, ok. Hvað er þetta, hérna? Ok, ég veit að þessi úlliðsbönd, ég veit að þetta er 200 kall stykkið, þau eru 2 þarna. Hann tók úr sér eyrnalokkana fyrir útsendinguna. Þetta er svona 50-60k bólur. 50-60k? Já. Þetta er svona einhver svona koktelabólur hjá hann. Bólitir eru að fara á svona 300-400 eurur. Þetta er gott lúk. Já, það er svalur. En það er útsala hjá þeim, svo kannski hann á dottir. Útsala? Ég var í fyrirpartíi í fyrir Þorrablóti í Kópavogi í gær. Mætir maður að mér sem ég bara taldi mig ekki kannast. Rétti fram hendina, blessaður. Það var að Rikki G. Hann var svo kaffibrútan í gær. Ég var bara, já, blessaður. Ég var blessaður. Hann hefur farið bara í spreytanið og bara smelt á glæsilegu litur. Hann hefur valið hæstastyrk. Þetta var geðveikur litur. Ég óskar hann bara til hamingju með þetta. Já, hann var mjög huggulegur hérna á blótinu. Já. Sjá. Eru menn hættir í ljósum, eða ekki? Já, hann er hann nú bara ekkert svo, hann var brúnið þetta fram að deg, en þú veist, hann lætur Gylfa Einars lítið út fyrir að hvítan. Já. Það var glæsilegur litur á kallar. Hann líka leit vel út, það má ég það. Geggju jakkavett. Já, það var svona 3-piece. Og er komin, snillingar er heima, segir Bjarki Viðarsson, vinnur okkar. Hann er alltaf með okkur þegar að við erum hér í Dogsson á lögutum. Nú, það er endalust verið að dettin spurningar Dogsson live á skíðasvæði Siglufjarðar. Sæla. Setjið þið inn á Twitter og notið þið hashtagið Dogsson ammo fyrir þann sem að er með besta setupið. Reynir, hvað er að gera sér Arsenal? Þetta er bara sama hnóðið, bara ekki komið færi held ég. Ég held að sé valla sjá þetta. Það er 0,00 XG, þannig að ég held að sé bara ekki með skot. Þannig að þetta fer við hnóðum minn einn eftir hotni eða ekki. Jó, það geti gefin þessu strákan að skelli í gæðin. Það er orka í honum. Það er orka í honum. Það er rétt. Nú, hvað hvatti Málkjell að vera allt í einu svona grjótharður á exinu? Það er eitthvað minnum átt að kenda held ég. Já, það er eitthvað minnum átt að kenda. Það er búin að vera grjótharður undanförnu, mjög harður. Það er margt sem maður er margir vekkir lendi í gennum lífinu. Margir sem vilja fá tanan nafla. Já. Æðilega. Vúls að sækja. Má sjá. Og hérna er frábær mynd af mér. Já, herri, hvað segirðu? Atalanta mútið koma. Hérna var ég að spila. Hér var ég að spila. Þú veit þetta unglegur og flottur á það maður. Já, þetta er eitthvað 10 ár síðan, sko. Já. Grjóthaldur kjafn. Já, 15 ár síðan, ég veit ekki. En allavega, ég var að spila handbolta hérna. Var það eins og titlingur. Þetta var í einhverju svona keppni milli HR og Laugavars. Já. Svona Birkir Ívar fílingur á þarna. Mjög sannfærandi handboltamarkmannslúk. Já, mjög svo. Það var að taka víti á þennan, það er ekki mikið að glugga sem maður myndi finna til að setja hann í markið. Það er ekki stórir gluggarnir. Nei. Hverju getur þú líkt Kelly, Lewis Kelly við einhvern? Ég? Bara Marcelo ángríns. Bara alvöru power í honum. Líkir honum Marcelo, mann hljóta að geta tekið því.
Ipswich að sækja eitthvað í þessu. Nei, það er hotspilna sem að gestirnir eiga. Nú sagðist mikið verið að spyrja hvort að Leo Reynis sé á sófanum. Já, Leo Reynis er á sófanum. Hvað var að gerast, Reynir? Ég var akkurat leit undan þetta. Það var skalli. Það verður svara að klikka. Já, skalli rétt fram í stöng. Ágætisfæri. Já. Fínt færi sem að Kai Havertz klikkaði á. Hver skora fyrsta markið í Arsenal-leiknum? Hefur gefað Ammo eða? Já. Eða hvað? Skulum setja á þetta. Já, Epic, já. Hver skorar fyrsta markið? Hver skorar hjá Arsenal? Jörgen Strand skorar fyrir Wolves. Gabriel. Gabriel, já, bara Gabriel Hafsendin. Já. Einn af okkar betri sóknarmönnum. Já, ekki Gabriel ekki Martinelli. Nei. Hann segir Gabriel og það er Strand Larsen. Er það next to score eða er það next to score? Já. Ok. Það er hérna menn að henda í fullu sko þegar ég sagði. Lewis, Skelly, Gomez, Saliba, Trossard, Rice. Já, menn að giska. Það er bara fyrsta markið þessum leik. Ammo. Hvað er það? 100 €? Ammo. Ammunition. Þið veit ekki hvað ammo þýðist það var. Það er stytting á ammunition. Já, það er ekki skot í byssu. Já. Ég reynir að vera í skotleikjanum. Já. Reynir kannski aðeins meira. Hvað var að spila? Counter-Strike. Geri enn sko. Og er góður eða? Já, ég myndi svona segja svona þokkalegur. Hvað er nikkið þitt? Bara að reynir. Ok, það er weak samt. Já, með AI. Ég sá að bestu Counter-Strike spilarnir fóru saman til London og síðustu helgi. Já. Leika sér. Og svo getið séð myndir að þið á Facebook, ég með þetta allt, þannig að þú vilt sjá myndir að þið. Já. Ég voru að gera alls konar rugl. Það var gott line-up. Já, það var helvíti gott line-up. Og spiluðu og voru reyndar aðal í einhverju þriðju persónuleikjum. Og í Uno. Uno, já, reyndar. Góða punktur. Herri, við býðum enn eftir fyrsta markinu á Molyneux og það er komin 2 mörk sem af deginum. Bournemouth eru konur yfir á móti Nottingham Forest og Liverpool, ekki 3 mörk, Liverpool konur yfir á móti Ipswich og Southampton og dýrlingandi sjálfur konur yfir á móti Newcastle. Jan Bednarek sem ég saði hér áðan að væri markaðasti pólverinn í sögu Premier League. Jose Sa að rífa niður kross. Það er rosalegt dogsón framundan á morgun. Það er að segja, þá endum við allt saman á HM-sóninu klukkan 2:30, Ísland-Argentína og við vonumst til að Slóvenar geti síðan hjálpa okkur eitthvað þegar að líður á daginn. Á miðvikudaginn verður einhver geðbilun. Þá verður són með 18 leikjum. Wow. Er ekki 18? Jú, bara 18 leikjum. Allir á sama tíma. Shit. Allir 18 leikinir í dogsón á miðvikudaginn. 18 leikir. Ég ætla aðeins að biðja, ef við skíkja þess á hvaða leikir eru, bara svona skrólum aðeins yfir þetta, sjáum að ef við tölum svona stórleiki út af svona mikilvægi leikjana, þá má segja Juventus Benfica flokkist í þann flokk, Manchester City verður að vinna Club Brugge. Hugsa ykkur, þeir geta farið áfram, þráttir að hafa verið í öllu þessu vesinni. Það er bilað. VfB, Stuttgart, PSG, algjör úrslita leikur. Bullish. Eigum við bracketið. Við slum kíkja þess á Champions League bracketið og hvernig þetta lítur út. Hvernig þetta lítur allt saman út. Hér er þetta. Ég veit ekki hvort þetta sjáist nú vel fyrir fólki heima. Þetta er eins og staðan er núna. Þetta er staðan akkurat núna. Ég sjá að Liverpool og Barcelona munu ekki geta mæst fyrir í úrslita leik. Staðan akkurat núna. Þetta er ánáttúrulega eftir að breytast allt saman. Þetta er bara svona til að gefa ykkur smá myndaði hvernig það virkar núna. Þannig að til dæmis Real Madrid eða Bayern er að fara að mæta Celtic eða Juventus. Þannig að það geti alveg verið Bayern Celtic og Real Madrid Juventus. Þannig að þið skiljið þetta. Svo getur komið bara eitthvað algjör trassleikur eins og Stuttgart Monaco með fullri virðingu fyrir báðum liðum. Þannig að þetta verður í svona hólfum eins og við þekkjum það. Ég er nú eiginlega spenntar samt fyrir Evrópudeildarhólfunum. Þau eru nákvæmlega eins og líta betur út. Og hvar eru Manchester United þarna? Það eru í Europa League. Auðvitað maður, flaggi og eru ósigraðir. Það eru ósigraðir af þeim liðum sem eru ósigraðir í Evrópudeildinni. Auðvitað ensku liðin reyndu mikið í fyrra en lentu í Atalanta sem að brutu ensku liðin á bak aftur. Nú
Úlfarnir eru bara að standa í Þeir eru drullu öflugir. Segir sko. Mér finnst fárlegt hverjum fá stig sko. Það horfum bara að lera 3 brasilískir landsliðsmenn og portugalskir landsliðsmenn og neymit. Mér finnst mínu menn ekkert ætla að græða sér sóknarmann. Já, ég meina, sko, Arteta er mjög direkt með það, hann vill fyrir sóknarmann, hann er ekkert eitthvað að fara í dauðafæri Kæjarinn maður. Vá, það var skallaði boltan í Jose Sá. Það reyndar máli hrósa Sá fyrir Newcastle víti. Getur við skipt þá? Getur skipt eða er það mikið vesen? Já, til að halda áfram með ég las daginn, það er eitthvað smá FFP í vandamál á þeim, sko. Þeir eru eitthvað smá tæpir. Ekki láta Kela vera festingunni, það meikar enga sens. Ég skal vera festingunni, ég skal bara halda Ég er segur á hann. Hann kann ekkert á svona festingu. Eitt svona með hann hérna í Hjörvar. Hvað heit ég á? Menjú. Kann ekkert á þetta. Menjú? Já. Það er báð, Sálu verið tómið tjóni maður. Ok. Hann er... Það gerðu það. Farðu á sport. Já, svo ferðu bara að sjá hvað nafnin er öflugur í sem maður. Já, orðið beinni. Þessi krakkar í dag, sko. Já. Víti. Hann neldi þetta. Víti Newcastle. Hann er aldrei að fara að verja. Þetta var rosaleg markvarsla hjá Jose Sá. Já. Þetta er svo mikið confidence stuff, sko. Wow. Ísak rúlla honum í markið. Hverjir eru með Norrlandi þjóð með bestu strækjarni í dag? Noregur? Já, Noregur. Fara tilbaka, sett aftur Arsenal líka. Ekki, samanlega. Þetta er sexy víti maður. Miðið minn lifna við núna. Það er Newcastle first half. Já. Já, heldur betur. Já, gott að fá þetta. Bú, kemur þetta. Mér finnst þetta alveg challenge á milli, sko, Ísak og Gyökeres versus Haaland, hann er bestur af þeim, en svo erum við með Sörloth, Jörgen Strand. Svakalegt færi sem að hann gerir nú samt allt í rétt, hann Kai Havertz, hann ætla bara að skalla þetta niður, bara óheppinn. Hann er ofta að setja út á hvernig hann slúttar og allt svoleiðis, en þetta er bara hann óheppinn. Sjá hvað hann hefur ekki keypt neitt af senderum hann Stockport kom 1-0 yfir. Halló. Ekki neitt á þetta, Arsenal er að biðja með hvað henni teg, að við séum sko, hvað sendera? Hann er búin að kaupa 7 markmenn, hann Arteta síðan tók við, 2 sendera. Það er ekki svolítið galið. Hver pælingin er sko? Þú veist, Laka farinn, Ába farinn. 1,5 er þetta ekki meina Havertz og Gabriel, eða? Þannig var alltaf sendera. Ég veit ekki eins og hver er hinn senderinn. Það hlýtur að vera Gabriel og Kai, sko. Það var nú maður sem höfðum ekkert fyrir nokkrum árum sem myndir örugglega pluma sig ágætlega fertugur þarna frammi, sko, Giroud. Það var alveg til að hafa hann fullkominn í þessu lingu. Hann er reyndar held í búi núna. Já, geti verið, en svona síðustu... Hann skoraði eiginlega ekkert í MLS, sko. Nei. Sem er þetta ruttalega deild, sko. Benedikt Gröndar kemur hot take, engleikur pæring, það er Arsenal ekki sendir. Já. Hann er að stríða ykkur, hann Benny Grö. Gröðarinn, the Gronk. Já, Benny Gronk. Benny Gronk. Ég var að skoða, sko, liðin hafa ekkert verið að eyða neitt rosalega miklu peningu. Við skoðum bara hvað liðin hafa verið að kaupa City í algjörum sérflokki þegar það kemur að því að eyða peningum í þessum glugga. Já, þeir áttu inni. Hvaða leikmaður þetta auðvitað sem leikur hana? Morsi. Held þetta hefur hann. Já. Sá hvað hann. Nei, þetta er West Burns. Ok. Já, skoðum aðeins hvað liðin er búin að elda. Nei, eyða. Þetta er bara Man City. Þetta er allt Man City. 126. Villa, smá og svo bara ekki neitt. Þetta er meiri restið til saman sem starffræðin er ekki að stríða mér. Það er gert ofta áður. Haldið að síðasta vikan verði alveg trillt í... Nei, alls ekki. Ég held svona lína á kannski laumin 1, max 2. Einhverjum að láni líka. Það verður eitthvað hann. Hvað er þetta? Stefán Þórðarsson að skora 1-0 fyrir Preston á móti Middlesbrough. Það var segur. Já, segur sko. En hérna talandi svona transferfréttir Hjörvar, Garnacho fyrir Nkunku, myndur þú taka því? Já. Eða ekki? Til já. Já, það getur þurft að semja við Chelsea um það. Já, ég er til já. Ég er alveg til já. Er þið klárið í það? Já, það var allavega einhverja fréttir hérna í dag, Sky, voru að tala um þeir voru allavega eitthvað að velta steinum með það. Ég myndi alltaf taka því.
Já, ég til ég. Hann var í góður í stöðunni fyrir aftan, sko. Já, en Kungu bara búin að vera í skugganum á Palmer, skilur. Sko, Birgir Björnsson vill láta powerranka meðlum Spaugstofunar, svo segir hann, og ég mun ekki taka marka á þeim listunum að Randver sé efstur. Það er náttúrulega fáránlegt að biðja powerrank og svo verðum eitthvað svona hótanir. Karl Ágúst Úlfsson er alltaf neðstur. Hann er neðstur. Númer 4, þar ertu með Pálmi Gest 4. Randver 3, Örn Árna 2, Siggi Sigurjóns 1. Já, alltaf Siggi Sigurjóns höfstur, sko. Já, hann ná líka Ragnar Reykháls. Nei, er hann að meiðast minn maður, Strandlasinn. Já, djöfus. Búið á honum. Þannig að Siggi Sigurjóns er númer 1 hjá, eru ekki allir samlaði? Jú, allan daginn. Hvað er að tala um? Newcastle 2-1. Það er ekki lengi að þessu, ég vissi það. Sjámarkið? Á, ekki hella niður. Nei, það er bara einu sinni ári. Sjáum þetta mark. Það er alltaf að býða Já, þetta er mjög fyndið, segjum bara svona bang, kemur þetta. Já, þannig kemur þetta, við erum að fagna markið, þetta lítur út eins og Ísak hafi skorað. Kameran er allan að vinna þannig. Það er átt að setja sig kafteinn í fantasíma en maður tók Sala. Herru, allir margir hafa ekki sett á, Newcastle þegar að 100%. Það hefur verið sniðut, við höfum átt að kveikja á því. Ekkert fyrir varherbyggja að gera. Ógeðslega góður. Það er að sjálfsögum minn maður Murphy með... Ég held sé mestu framfarir bara sem ég sé í honum, sko. Já, þetta er svakalega fínt mark hjá þeim norðanmönnum stöngininn. Gamla góða stöngininn. Alltaf gaman að því. Arsenal gæti alveg nota svona kappa, sko. Já. Aftur Arsenal. Aftur Arsenal. Takk. Liverpool-leikurinn er farin aftur í gang, það var langt stopp í leiknum og það er allt komið á flegi ferð aftur. Leverkusen er að vinna, Bayern er að vinna, er ekki komin hálfleikur þarna og það er kannski seinni bara að fara að byrja þar. Strákar, ef þið þurfið á klósettið eða eitthvað slíkt, þá getið þið bara gert það núna og við stoppum ekki í hálfleik. Nei, ég er hrifinn af... Can't stop, won't stop. Eins og þinn maður P. Diddy, sagði. Hann náði þann prósa. Ert þú þetta eini gæinn sem ég þekki sem er ennþá P. Diddy? Ennþá að hlusta líka. Bara hverju kvöldi. Bara bad boy for life. Naflinn. Meðan að sjálfur hef ég hent öllu lögunum hans af spilunum mínum. Takka af. Ég tók þetta alltaf. Hvað segir? Atalanta 2-1 á móti Como. Hvað gerir Cesc Fabregas með baki uppi vegg nærinn í Dele Alli sem er einhverjum alls konar einhverjum eiturlífa pulli var ekki eitthvað að tala um eitthvað alveg þar? Nei, var ekki eitthvað hann var náttúrulega bara þunglindur og það var eitthvað líf sem hann var að misnota, það ekki? Það var ekki svefnlíf og... Jó. Það var eitthvað svona, var það þá lækna? Já. Ok. Hann er alltaf að posta reglulega svona vídeóum. Ég hef ekki Rúnar Freyr Gíslason spyr, heyrði að bóndarinn ætli til Tyrklands, ætli við getum fengið magnáfslátt ef ég og naflinn förum með. Þetta er hinn eini sanni Rúnar Freyr Gíslason leikari. Já. Sko, ég kom með rosalega til. Ætli þetta sé hægt, ef ég bara sagt, við erum 3, við ætlum að koma hann út saman. Ég get tala við Danna Óla fyrir það minn líka. Hann geti mögulega vilja koma með. Logi hefur verið að skoða þetta líka. Það er til Tyrklands, maður myndur að skoða þetta, nei. Það myndir að skoða, ok, 4 saman. En veit þið hvað nýjast 4 Birkir í Bullis með. Við erum að fara að fylla eitt fokkar bara. Sko, er þetta nútíma maðurinn? Er þetta næringin og eitthvað svona ákveður að allir er bara sköllóttur í dag? Það var ekki svona. Nei. Þetta er eitthvað, sko. Það er eitthvað, þetta er ábúinlega eitthvað eiturefnin í loftinu. En Íslendingar eru byrjaðir að fara til Kosovo. Kosovo? Það er nýjasta nýtt, já. Já, allir báru. Stofa sem að Grand Checká í. Rúnar Freyr, Örvar bróðir fer kannski mögulega líka með, segir Rúnar Freyr, þannig að það er komin ennþá fleiri í þessa ferð. Já. Maður heyrði einhvern tíma að það voru kappar sem ætluðu að stofna svona áætlunarferðir frá Íslandi í hárigræslu. Sko, það hefur náttúrulega verið mjög vinsælt að fara til Ungverjalands í tennur. Og þetta verið gaman að en svo er náttúrulega bara ákveðnir menn sem að fer óbúslega vel að vera sköllóttur. Já. Auðun Blöndal. Rúnar til þess, ég sæði Rúnar ekki fyrir mig með hár, sko. Hann er flott með skallan. Skeggrót, sko. Já, það er rosalega testi í þessum sköllóttugurum, sko. Bakkar aðeins, sko. Við skulum aðeins skoða þetta. Turkish Airlines segir einn mikill. Þessi er góður. Þessi er þetta góður. Að Timberinn alvarlega mittur. Mikill testi. Er Play til í samstarf? Já, Play. Þeir eru náttúrulega að fljúga beint til Antalya. Þeir eru að fara á Antalya næsta ári. Það er að fara golfferð og
Það náttúrulega golfparadís sko, Antalya. Það ekki þá líka að við erum að gera svona ferð, það þá ekki að vera íslensk farastjórn. Þurfti þau ekki að fara með Jón Arnar Bardal sem farastjórn og hann búinn að gera þetta. Hann búinn með allt þetta. Já. Jakob Strand Larsen komin áfram. Já, einhverju veltaði fyrir hvort þetta sé the microplastics sem eru að valda því að menn eru alltaf að vera meira og meira sköllóttir. Liverpool eru með hann hérna. Liverpool. Nei. Hvað er í gangi hérna? Ekkert í gangi. Já, þetta er góð pæling. Það var alveg sniðugt að fara í einhvers konar Dr. Fútból hópferð í hár. Hár og golf. Wow. HG. Góð dýra köttin, þetta er líklega mark. Má ég sjá. Það er Sala, já, inni. 2-0. Þú varst með það líka, eða ekki? Ég var með þetta á bildernum. Sá þekkir Liverpool liðið maður. Já, þetta var ég með á bildernum. Að sjálfsögðu er ég með fyrsta rétta á bildernum. Já. Ég er búinn að Ég er svo sem með Newcastle sem að vinna. Það er nokkur einn dotti. Ég er með Liverpool minus 1,5 og... Jú, þetta lúkar hjá mér. Sjáum við hérna Mo Salah. Já. Vel gert. Já, en hitti ég. Cody Gakpo. Assist. Liverpool sé afrætt svona 5 hotn í fyrra áleik sko. Ég heldur sé með 0. Já. Já, reynir að fá okkur upp. Já. Þetta er ekkert sérst. Nei, það geta dottið 3 hotn í röð. Hotnin, aldrei afskrifa hotnin sko. Við getum fengið bara 3 í röð sko. HG. Hár, golf og heim. Já. Gott. Smári. En þetta er eins og þegar ég er alltaf búin í bleki þá sjáðu alltaf ég er alltaf með allur plastaður. Ekki sé það. Þegar maður er nýbúin í háragræslu, er maður þá með derhúu eða er maður allur? Nei, þú ert með svona eitthvað, ég sé menn með eitthvað svona yfir svona eitthvað. Já, bara eins og Voldemort, tekur svona dót sitt og... Það lúkkar svona eins og það hafi verið í tattoo á hausnum þegar þú sér það á... Já. Þú er þetta sko, þá hárinn alveg hingað, svona eins og LeBron James, hann setti hárið alveg, hérna alveg, svona alveg á Arteta staðinn sko. Bara svo Playmobil. Já. Stopport er komið í 2-0 Stopport er ótrúlegt. Já, við erum ekki sáttið með þetta. Þetta er ekki opnað neitt glugga fyrir okkar mann. Hvað er mínir menni Sunderland að gera? Ekki neitt. Það er létti við chatinu. Já, Dr. Fútból í dag. Hálfleikur í Þýskalandi. Atalanta að vinna. Atlético Madrid og Villarreal er að mætast núna með að vinna leikinn. Þá er Atlético Madrid komið aftur á toppinn, allan á tímabundið. Runnu harkalega og raskatið á dögunum. Tap á móti Leganes en hetjulegur sigur hjá liðinu gegn Bayer Leverkusen í meistaradeildinni. Ég hef ekki heyrt í neinum sem var á Manchester United Glasgow Rangers, The Battle of Britain, en það var víst slegist óheyrilega á vellinum og alls konar bara, þú veist, það var búið að hræða Bretan svo mikið með einhverjum fréttum á vondu veðri. Já. Það verðist eitthvað að fara í hausinn á Bretanum og þeir voru að berja hvort annan þarna alveg svoleiðis út allt, en ég hef ekki heyrt í neinum sem var á vellinum. Það verið gaman að heyra í einhverjum sem var á vellinum og upplýði The Battle of Britain. En Bretlandseyjar eru rauðar allavega stundar sækir. Úlfar halda áfram að sækja gegn Arsenal. Reynir þetta í játnum með það? Þetta er svona nokkurn veginn í játnum, já. Við náttúrulega erum örgulega með svona 70% possession en ættum klálega að vera 1-0 yfir eftir færið á hann. Er eitthvað sens að sjá hvernig tablan lítur út núna í enska? Já, kíkja á töfluna í enska fyrir... Sjá hvernig er á toppnum. Killa leiðist, þá kíkir á töfluna. Herru, Arsenal að fá... 8 stig leikur inn í. Svona er staðan ef þetta er svona, en Arsenal er að fá aukaspyrnu á svona 18 metra færi. Eðlilega eru brassarnir í Úlsað. En byrju, hver er að fara að skjóta að hana? Ég hugsaði þetta daginn. Ég hugsaði... Hvenær skoraði Arsenal seinast úr aukaspyrnu? Það er góð spurning. Ég held að sé sko bara... Ég man ekki eftir allavega sko. Saka hlýtur að setja hann einhvern tímann. Já, nákvæmlega. Já, fyrirgjöf svona, já. En allan Arsenal í góðri stöðu. Maður svona horfa á hver getur tekið það sko. Partey hefur stundu verið að bomba sko. Á Ræs er hörku spyrnumæður. Ég held að þetta endi Trossard. Er hann frekastur að þeim? Já. Þetta er annað hvort þeirra er að kvíslast þarna. Nú ég er hrifnastur í svona færi bara þetta góðan hafsend og þrusa. Herri, getum aðeins kíkt á hvað gerðist á Íslandi í dag. Það var eitthvað
Var ekki KR í kröppum dansi? Já, Víkingar og Leiknir líka. Leiknir voru alltaf 1-0 yfir snemma leik sko. Víkingur eru með gott byrjanlið, þeir eru ekki lengur með annarflokksprogrammi sitt sko. Ef við getum farið inn á einhverja síðu og séð hvernig íslensku leikirnir fóru í dag. Það var nefnilega líka KR tapaði 5-0 IR vann KR 5-0. Þeir hljóta að vera með eitthvað komedilið. Voru þeir ekki komnir áfram? Það er ekki Reykjavík móti? Jú. Fram á Þróttur að gera 2-2 í jafntefli og Víkingar að vinna leikni í 3-2. Þessi leikir eru í gangi. KR er bara með hörku lið, sko. Ja, nei, þeir spila svolítið ungum strákum en það er góða leikmennandir á milli, sko. Hvað sé, IR 5? Já, ég er reykt með sérstætt lið, sko. Hvað ætli Siggi Helga sér núna? Ranieri? Heyrðu, já, þetta var magnað. Hörðu? Það hendi. Það skaut fyrst í Arsenal-mann sem var í vegnum. Það var hræðileg augaspinna Kunja á flegiferð. Þessi kann að hlaupa með. Sjá bara eitthvað til kokki gauri sem Enmar Neri hvað að fættu 2007. Taka svona spinnu. Sko, Declan Rice þarf að vera aðeins harðar. Hann á línur. Uppbyggingin í IR að sína sig ennina ferðina, segja þeir. Já. Kostits bara með bandið og ekkert vesen. Nei, hann kann að stýra þessu. Sko, við getum tekið hann með til Tyrklands. Strákar, hefði maður ekki elskað í gær að fá þessa stöðu sem að Dagur Sigurðsson var í, að fá að vera að vinna Ísland. Hann var að vita hver einasti maður í Íslandi var að horfa á þetta nema fólk á leiðin á Kópavogsblóti og Þórðarblóti í Garðabæ. Allir aðrir voru að horfa. Hann er að vita, að vera svona ekstra tensaður, tekið Pep Guardiola á þetta, alltaf að myndaðalum fór og hann var að gera eitthvað. Þetta var nákvæmlega þannig, hann var alltaf í einhverju actioni þegar myndalinn fór á hann og hliðalinn. Var hann ekki líka að tala króatísku í leikliðinu? Það var hann. Mér sýndist það var heldur vel gert. Oh yes, segja búnus. Hvað er að frétta maður? Shit! Rann á hann æði. Það rann á hann æði. Hýligur leikmaður. Heyrðu, þeir voru komin í 2, það var að koma yfir 3. Hann var að koma yfir 3. Já. Heyrðu, sko, vitið hverju chairman hjá hérna Harætti. Nei, ég held að þessi Óli Páll Snorarsson sé bara komið með klúbbin. Er hann komin ánga? Þetta ekki að þið? Ég vissi að hann var í eignarhaldinu, sko. Já, ég held að þessi komið klúbbin bara í hendur, upp í hendurna. Everton að fá víti. Everton! Atalanta 3-1 og Dortmund. Mannin færri. Sjá, vítið hjá Brighton og Everton, það tekur alltaf kortið 6 mínútur að taka eitt stykki víti, þannig að maður Það er eitthvað að gera slíka í Forest Bournemouth. Endía alltaf að láta okkur vita víti, vel gert Siggi Helgusson. Ég ætla að vera Siggi Helga. Nei, þetta er Siggi Helgason. Sjá. Getið sér ykkur að vitli svo hana. Já. Hann er líklegur í allt. Þetta var skora. Þetta var gott vítvís að skora, en það var eitthvað steikt við þetta. Já, Everton. Já, hann tekur, heyrðu, það er fuglinn. Já, örnin. Tekur örnin á þetta. Lið fólksins í Liverpoolborg komið yfir Everton 1. Brighton 0. Lítið að titlum, eitthvað gleði. Já. Má ég sjá hvað er að gerast á... Víkingar leiknismenn að standa í Víkingsvæði hana. Sölvi byrjar ekki vel með þetta Víkingslið, sko. Nei, þetta bleið fjölinn dag með leikinn mörgum, sko. Hörkubyrjanlið. Oft með þessa varnamenn, sko, þeir kunni ekkert að drilla varnaleik, sko. Kili harður. Hvað gjör hennu på Anfield, eins og ég kalla alltaf Anfield, það er nú bara normennana. Hvað er að gerast á Anfield? Hvað er að gerast á Anfield? Það er ekkert hot. Það er svona það sem maður er að fylgjast með núna. Já. Hvort það sé eitthvað með hot. Ég var auðvitað með yfir 3,5 mörk hjá Liverpool í svona leik. Við ákveður allt vittlust í Arsenal Úls. Er rautt eða? Það hlýtur að vera við Arsenal svona trilltir. Já. Hvað er í gangi? Það er allt brjálað. Hver er að fá rautt? Hvað er að gerast? Við sjáum ekki neitt. Dekk ræst aftur eða? Hann var eitthvað að fara í burtu á hana. Anton Dekk að fá rautt eða? Má sjá. Skelly. Hvað er hann ákveð hann reykt á gulu eða? Nei. Þetta er Marcelo reykt. Þetta er heimskulegt maður. Liverpool sé skora. Þetta er... Já. Liverpool. Þetta er ekki gult. Getur ekki verið... Trent, Fyrirgjöf, Szoboszlai. Og það er Gakpo. Kominn á seglinn.
Hann á 60. Já, mér erum aðeins undan. Ég reyna hérna sko. Ég skal segja ykkur það Það held ég að vera búinn bara með þetta í fyrra áleik. Þetta var aðeins annað en síðustu helgi. Kveikti í bettbildinum, mann Reynir Sveinsson kemur hérna inn. Gagpó. Nú þarf ég eitthvað frá Sönderland félögum mínum sko. Ég með þess að fór í greiningavinnu fyrir þetta sko, hann að... Bíddu. Það komið rautt spjald. Skelly fekk rautt, það bara staðfest? Því að við höfum ekki ennþá... Já, það bara hlýtur að vera. Við sáum, þetta alveg rautt spjald og ég man að Atlético Madrid fengi á sig á móti Liverpool. Hann ekkert sloppinn. Já, Luis Skelly með rautt kort. Marcelo hans... En þetta ekki metið, hann reynir þetta augljóslega. Hver skoraði fyrir Bayern? Þetta svolítið gróft, jú. Kim. Stígur aðeins á hann. Þetta skrúur, þetta helviti vont, sko. Já, ég... Nýbúin að peppin hann gæja maður. Það kraftur í honum. Ef að heyra í Gunnari Birgisinni og fá hans... Vá, skemmtilegur leikur í gangi að þarna. Þetta alveg. Víkingur leiknir. Reykjavíkurborg eigi ekki pening fyrir hita. Þetta ekki Snøkåbói og ekki í Reykjanesbæ. Nei, heldur betur ekki. Sjá. Þetta bara Ísafjörður og Reykjavík. Svipi bæjarfélög. Já. Sjá. Minna allavega að subscribe. Hvaða mark? Villarreal komið í 1-0 á móti Atletico. Sko, ég held að þið Arsenal-menn eigið nú alveg skilið að vera pínu fúlir. Mér finnst þetta helvíti grimt af eigin vallarhelming. Það var hart, ég er alveg sammála. Þetta var býsna hart. Og Kári Sigurðsson kemur með góðan punkt. Keli væri fróðufellandi ef þetta var Liverpool. Já. Alveg hár rétt. Það er bara farinn. Ég sendi hann aðeins að kæla hann. Kældi kvikindið. Kæla dýrið. Kæla helviti stýrið. Já. Nú, likea, subscribe og allt þetta. Munum að hafa þetta á hreinu. Og heyra í Gunnarvinum mínum. Já. Alltaf gaman að heyra í Gunnar Birgis, hann er alltaf léttur og skemmtilegur og eru þetta ekki bara reglurnar í boltanum? Er hvað þetta var reyður þessu? Ég ætla að spurja hana í hvort að, nei, þetta er vitlaust, ég er að hringja vitlaust núna, gat verið, ég klúraði þessu. Tjekkum á Gunnar Birgisinni. Að sjá, nú reynir á, nú þurfa menn að hlaupa á við 2. Við hefum engan á bekknum heldur til að sprengja þetta eitthvað upp sko. Nei. Gunnar Birgisson, andlit Arsenal-stuðningsmann á Íslandi, komdu sæll, þetta er Dr. Fútból í Docksón á laugardegi. Velkomin, þú ert á línunni. Blessaður, takk. Herðu, hérna, það var þetta rauðaspjald, bæða búk, er þetta rétt, en hvað svona finnst þér? Hvað er bæða búk, er þetta rétt? Já, það er að koma núna útskýring á samfélagsmiðlunum X að þetta hefur verið harðréttur dómur. Já, útskýring, nei, þetta er bara by the letter of the law. Ertu ósáttur? Já, by the letter of the law þá að hann sé aftast í varnamaður eða? Nei, þetta sé að hann sé að stöðva náttúrulega með að fara aftan í mannin og by the book er þetta... Í þeirra eigin debúa? Já, en þetta er by the letter of the law. Ég samt ekki reglumar. Kannski ef þú ferðir yfir okkur, af hverju ósáttur? Því hann er í vítategnum ennþá sínum. Það er svolítið, hann áttur að taka sér hressilega spretti yfir til þess að skora mark, sko. Já, en við höfum séð svona, þetta er mjög svipað og við sáum í leik Liverpool Atlético Madrid í meistaradeildinni og þá var þetta rautt spjald. Þú ert ekki sáttur? Nei, það verður svo sem vera að FA er að kála þessari deild og toppáráttunni leið. Af hverju ætli FA sé að reyna að stöðva Arsenal-lið? Hvað ætli sé pælingi Magga? Ég veit, kannski hrættir við dominans næstu ára, ég veit það ekki. Kannski hrættir við einokuna stöðuna, ég veit það ekki. Já, eðlilega, óttast Premier League einokuna stöðu Arsenal eftir þetta frábæra gengis 20 ár, þá kannski veltaði fyrir sér, við verðum að stöðva á einhvern veginn. Já. Þannig að þú ert þrátt fyrir að þetta hafi verið rétt by the book, ef svo má segja, þá ertu ekki sáttur. Nei, það var það náttúrulega ekki og vísa því til föðurhúsana. Hvað kostar bólurinn að stíga? Þetta er bara mjög professional fál, eins og við kallum guldspjald.
áfram með leikinn. Maður hefur séð 150 svona brot á ferlinum, sko. Já, maður bara svona sér á samfélagsmiðlum X að svona dómarasérfræðingar vilja meina að þetta sé... Þú mátt senda á mig, sko. Já. Þú veist, eru það einhverju fleiri heldur Maggi Múrari eða, þú veist... Já, hann meðal annars að tala um þetta sé samkvæmt lagafólkstafnum. Þannig að, herðu þar... Þá kannski bara konkrétt vísun í reglunar. Já, það svona einhvern veginn, já... Maður sjá, hér með annað tweet hérna. Já, það hér eitt sem að... Mátt senda þetta alltaf á mig, sko. Eitt sem heitir JT með Jamaica-fánan. Hann segir, þetta er letter of the law, it's a red card, segir hann. Já, eitthvað botti. Hvernig er stemningin í Króatíu eftir áfallið í gær? Hún er hörmuleg. Já. Og svo þetta núna, ég bara það er ekkert hægt að segja, það er bara einhvern veginn, ég er bara að reyna að lifa af hérna, sko. Kannski komin tími að detti í það? Nei. Ég ágrís, ég hef aldrei verið jafn nálægt þegar ég gerði aldrei. Ef einhvern tíma. Aldrei. En það er eitthvað sem segir, einhvern tímann. En eins og þú segir stundum, einum færri, þá þurfa það bara að hlaupa á við tvo. Hver er leikmaður? Já, þetta er alveg hárið þess. Og ég vona að þeir gera það. Ég er svo sem ekki, það er ekki öll og núti enn. Ef að þetta fer eins og þetta lítur út, náttúrulega, það hefur verið æðislegt að komast í áttalústin og að leita allt út fyrir það. Kannski að þú ert að núti og heyri hvað fólk er að segja. Er hérna, höfum við einhverja ástæð til að vera ósátt við að Slóvenía fekk ekki þetta mark? Já, í raun og veru höfum við það, því að sko, fyrir að fyrsta kemur höndin náttúrulega til að snemma uppi á dómarunum. Já. Og svo líka það að höndin er í raun og veru á leiðinni upp þegar að fyrsta sendingin kemur af þessum, svo, þú veist, það sem á að vera fimmta sendingin, en sem að ég les í sem að sé í raun og veru fjórða sendingin og þar alveg þetta ekki leiktöf. Okay. Þannig að já, það er alveg hellingur til að vera ósátt með í þeim leik, en hérna, eins og ég segi, við breytum því vist ekki núna. Þetta er óbúslega brútal, tapa einu leik á móti heima þjóðinni. Og ég meina sem að er eiginlega náttúrulega mjög erfitt að vinna á, þannig að hérna, þetta er ansi hart og örlögin, þetta er grimm örlög. Svakalega grimm, en ég held því miður að stærstu mistökin hafi verið að missa niður þannig að leika móti Egyptum, því að ef við hefum unnið Egypta með 5 sem að allt stendi í og náttúrulega miklir yfirbyrðir í þeim leik, þá hefðu við ekki þá hefðu við alltaf þurft að spá í þessum Króataleik, sko, því að þá hefðu við alltaf verið með innbyrðis viðurögnina á þá í þessu þryggjaliða innbyrðis formati. Sem er náttúrulega, þú veist, eins og Keli kom skemmtilega inn á, hann er náttúrulega skeleggur í öllum sínum færslum á samskiptafélunum X að hérna þá er þetta náttúrulega, þú veist, þetta er ekki spes fyrirkomulag að hérna, fólk eru alltaf að setjast niður með reiknivél og skrifblokk eftir hvernig einasta leik, sko, það er svona kannski ekki... Nei, en þetta svona lúðar eins og Theodor Ingi Pálmarsson. Nei, en þetta er samt... Já, einmitt. Þetta er samt alveg svona eðlilegt, ég meina, öllum 8 stig og svo er bara innbyrðismiðli herra, minnst það meika bara mikið sens og það er bara rétt. Já, eins og ég segi, þú veist, það hefði breytt mjög miklu ef við hefðum tekið innbyrðisviðurregnuna á Egyptana, ef við hefðum getað sett Egyptana í hérna vondmál, þá hefði verið svona aðeins þægilega að koma inn í þennan sunnudag og vita það að við værum það allavega með annarsæti tryggt. Já, það er Arsenal voru hérna í ágæti sókn meðan þú varst hérna en það var svo sem gerist ekki neitt. Og ég kom með lokaspurningu. Þú varst þarna í gær með Bjarkam og Elísson í sjónvarpinu, svona horfandi okkur 2 og fannst mér eins og þú væri atvinnumaður hana, hvað kostaði þessi gallið sem þú varst í? Ég geti miður ekki gefið það. Bólurinn, kannski. Það myndi líða yfir einhverja ef ég myndi gefa þá tölu. Já, það er bara ágætt að sleppi því þá. En sáuðu skímabóluna Bjarka? Já. Átti ekkert í Palm Angels bóliðinn? Nei. Palm Angels. Gunnar, takk fyrir að standa vaktina fyrir þá þjóðar og ég auðvitað vonandi verður lengur úti, það er náttúrulega bara það sem við viljum að Ísland fara áfram. Annars verið komin heim þarna að tuða í þér eitthvað. Já, njóttu seinni hálfleiksins. Takk fyrir það, sömuleiðis. Já, takk. Það er komin hálfleikur í alla leikina í enska boltanum, við fengið eitthvað mörk í lokin. Barró er komið hefur á móti Grimsby maður. Tjöfull.
Já, það er ekki gott. Verður ekki að hendi ykkur halftime bet, strákar, þegar kannski fara á klósettið og rétti hans úr ykkur. Ég ætla að fara yfir bettin. Ég var að reyna, höfum við trú á að Brighton Komum tilbaka. Brighton skora næsta mark. Já, ég væri líka bara til í hvað? Moisen endur held í varna sína þar. Og 2, 5 eða 3. Já, er þetta of leiðilegt bett að segja Brighton næsta mark? Já, þetta getur svo öll að klúrast. Má ég sjá, förum upp. Hvað er over 3 mörg? Heldur það sé yfir? Everton leik. Já. Eða 2,5 bara. Já. Ég held að Brighton getur opnað sig sko. Ok, 22, það er skemmtilega stuðl, sammála því. Hendum, hvað eru svona töffarar að henda á svona 50 eða? Það er 100, já. Já, gamli góða 100. Já, gamli góða 100 eururnar. Það er komað auðvitað spurkvorti Gilsenni síðan þá Tenerife. Ásgeir, takk fyrir spurninguna. Nei, hann er ekki, hann er komin heim þannig að þú getur endilega kíkt á hann. Kíkt á hann og bara banka upp á. Það er mark. Verður Bremen að minka mun á móti Dortmund í 2-1. Nú, það er hálfleikur í öllum leikjunum akkurat núna þetta áfall sem að Arsenal eruð fyrir, en Arsenal, ef allt er í lagi, þá vinna þeir bara úlvana með 10 leikmenn. Geta alveg gert það. Þetta getur líka alveg vakið á. Geta alveg henda þeim bara þurfa eins að liggja og breyka sko. Svo núna líka bara spila eins og Atletico Madrid, bara liggi dómar og biðjum gult á alla og rautt og allt þetta. Þeir röfluðu þetta bara út í leiknum á móti Leverkusen. Já. Þannig að það er ekkit... Kongarnir í því. Já, bara Skelli er náttúrulega að gera út með Joey Barton gerðum árið og taka hann með sér út. Kolbeinn Halldórsson spurði hvort ég hafi verið að vekja Gunnar Birgisson úr morgunhristingum. Djúp rödd. Ég er bara, hvað level af brjálæðingum er á tjatinu? Ég hef reynda gaman að þess. Já, þetta er gott sko. Morgunhristing. Já, það hefur verið að hrósa Kela og hans fólki í Njarðvík fyrir glæsilegar umgjörð. Takk fyrir það. Menn vilja meina að Arsenal áttu Arsenal ekki inni eftir að fá dómgæsluna á móti United. Jú, það er eitthvað þegar þeir komið með þetta. Það er eitthvað til í því. Ótrúlega flott rök þarna. Það er að gefa ammó í hálfleik. Þá er að vera að gefa ammó út af einhverju. Já, ég minna að við þurfum bara, er ekki einhver önnur deild í gangi? Við erum með Þýsku hérna. Jó, Þýska, við getum fundið eitthvað gott þar. Hver skora næsta markið þar bara? Þýskalandi. Sjá. Hver er að taka við Dortmund? Já, volandi er í Ten Hag. Já. Var ekki verið að orða Bo Henriksson við á? Bo Henriksson? Já. Það getur verið hvort hann sé að taka við á. Hvenær á að fá DeAndre Kane til að vera gestur hjá þér? Það er rosalett. Það er Kane að skora. Ég sé Kane. Hæ, ok. Það var DeAndre Kane gest. Nei, 2-0 þar. Það ég sé bara Siggi Helgusson skrifa Kane og held ég að hann var að skora. Já, ég veit ekki hvort þið getur fengið DeAndre Kane sem ég þekki ekki neitt. Nei, ég veit ekki alveg hvað ræða með hann sko. Er hann púlari eða mannstumæður eða hvað? Alltaf power í honum. Já, það er orka. Virts á næsta mark. Það er skemmtilegt bett. Er ég ekki að segja bara Grimsby snúi svo við? Er það í búið á þeim leika? Verður ekki að styðja Grimsby? Þeir eru að fara einn í sko hver skora næsta marki í Búndeslíkunni. Það er lett að gefa ammú fyrir það. Já, næsta marki í Búndeslíkunni? Já. Er þið bara sjálfur að spila? Nei, ég svona skautis inn í hann og þeir tóku sér bara greinilega mjög alvarlega sko. Ég er ánægð með það. Ok. Við erum að... Já. Held að Freiburg sé að skora á móti... Nei. Jú. Freiburg. Minka munum á móti Bayern. Ok, Freiburg að skora, þannig að við erum að stoppa hann á leik. Það er pottið engin með hann að Freiburg spila. Er það, sko, hvað viljum við fá í Grimsby, strókar? Barró, Grimsby er þannig klúbur að hann tapar ekki fyrir Barró. Nei, Er þetta að fara í X2? Það er ekki, double chance. Jason to score, höfum við trúið því? Já. Förum í Grimsby, vinnir eða jafntölu. Stöðlega 3 á því.
Nei, það var enginn að fara að hitta á þetta sko. Setja á að Jason skori. Keli meiri NCS eða Ramaður. Ekki Jón Daði á þrennunni? Verðum við ekki að henda á Jón Daði? Já, hann á þrennu. Allan daginn. Ertu að horfa Arnar Gunnlaugsson? Ertu að horfa Arnar Gunnlaugsson, segir Jón Daði. Það er þetta rosa þetta, hann skulle vera að segja það ákveður núna sko. Já. Það er skrítið en hann er alveg típan í það líka. Eigum við að henda okkur kannski á leikana hjá? Já, Börtur Norrbjó. Það er gaman á því að það er ábyggilega þetta. Hvað er það? Þetta er eitthvað stærðarna á Birmingham-svæðinu. Þetta er svona í Miðlöndunum, held ég. Þetta er auðvitað liðið sem er ábyggilega með flottasta æfingasvæðið í Englandi. Þeir eru náttúrulega tengdir hérna Lillersól. Er ekki Lillersól? Nei, St. George's Park. St. George's Park, elskar landslið. Þannig að hvað lið haldið að komast upp í Prem? Ég held að vera Leeds. Já, Leeds. Burnley. Já, ég vona ekki samt. Þótt ég hafi nú verið mikið Burnley maður og nenni ég mikið aftur svona sko. Ég er reykt með það gott lið sko. Ég væri til í Sunderland. Já, sammála því. Bara svona út af þáttunum og öllu ruglinu. Hvað? Burton, já, einmitt. Nú, 20 mínútur eftir, hálftími segi eftir í leikjunum í Þýskalandi og Atalanta að vinna Como. Ég heyrði á hann að verið 3-1 en staðan er 2-1. Það hefur verið tekið af þeim þetta mark þegar við heldum að þeir hefðu komast í 3-1. Já. Ákveður enginn að skoða Ademol og Lukman. Sala var að komast upp fyrir Henry. All-time listanum. Já. Viltu ekki fá þér eitt bauk til að... Já, ég er með. Heldur ég ekki vita það. Ég stótt hann strax þegar ég vissi þetta. Já. Og orðið næst markaðisti útlenski leikmaðurinn, Mohamed Salah. Nú, Mo Salah, 40 goals and assist þetta tímabilið. Fabrizio Romano var að tvita. Það er svo lítið að gera í transferinu, hann er bara að senda upp eitthvað svona Opta-Joe tölfræði. Já. Þetta er svona hálfpínlegt fyrir Karl Greið. Já. Er Ornstein að éta hann eða? Mér finnst hann búin að öfluga síkastíð. Já. Skemmtilegt þessi gluggi maður. Já, þetta er flottur gluggi. Stóra málið þessu þetta Kvaratskhelia sem er mættur til Paris Saint-Germain. Randall Colomani er alveg stórt líka. Mættur til Juventus. Er okkar menn að sjá þetta? Er þetta bara við það? Nei, þetta er þetta. Hvernig var með Vlahovic? Var það bara... Ég skal segja ykkur það, hann er bara ekki nóg góður sko. Ég myndi ekki taka hann. Ég væri en slíðar að segja. Ég teki miklu frekar Sesko til dæmis. Sko, mér finnst eitt merkilegt við vinn okkar í Saudi Arabíu. Þeir elska að borga hálaun, en þeir hafa engan sérstakann áhuga á transferfíi. Nei. Hafa ekki tekið þessu? Jú, þeir vilja helst bara elska að borga hálaun. Já, og svo er líka bara með á, ég minna, þú veist, það er lifið að kvartundaginn því það er ekki að koma, þeir eru náttúrulega ekkert mikið að flýja, ég veit að þeir borga á endanum, en þeir eru ekkert mikið fyrir að borga strax, sko. Okay. Þú veist, þeir eru átt inni að eitthvað liði vels átt í 30 milljónir inni fyrir að ég man ekki... Það var ekki Celtic, Jóta? Nei, það var leikmaður í All-Europa. Okay. Velslið. Brad Young. Þetta er 30 milljónir, ekki evra, sko, bara 30 milljónir íslenskar. Okay. Og þeir voru bara ekki með að nenn að leggja það inn, sko. Nei, þú veist ekki, nenn ekki að fara í heimbankan fyrir slíkar uppæður. Rúnar er að finna sér nýtt lið, Rúnar Alex. Já, þessi komið tíma. Bara fínt fyrir hann líka. Gæti að fara í KR? Nei, ég held ekki. Ég held hann eitt múið inni, sko. Stóð sér vel, bæði í Belgíu og Tyrklandi. Svo ég held að geta alveg fara ángaf, sko. Segir þetta okkur eitthvað þessi 5-0 sigur íringa á KR? Þetta var að KR vellir. Já. Þetta heitir á stærsti sigur ír á KR í sögunni. Segir okkur það að leikmenn greinlega sem að, þú veist, er á bekknum að KR er ekki nægilega góður. Nei. Við getum alveg velt í fyrir okkur því að ég meina einu gæða sem byrjuði voru Hjalti og Eður Gauti frá síðasta leik, sko. Já. Svakalega myndir. Hann skipti markmann og fullt ungu strákum að spila, sko. Ég veit ekki hver þetta er á neðstu myndinni. Þetta er allir hafna. Já. Þetta, nei. Þetta er ekkert hver þetta er. Þetta eru flotta myndir hérna á fótbolta.net. Þeir eru snillingar í þessu öllu saman. Mark. Verður breyfina í Dortmund. Hvað finnst okkur það að Hemmi Hreiðars að fara í hringin með kjúklingunum í Háká? Geðveikt, ég sá þetta hákalið. Ég gerði mér ekki grein fyrir að vera með svona öflugt lið.
Þeir að fara rúllubæðsar deild held ég sko. Nei, ég er þetta bótti sendir og ég ekki bjart sýtna það að ná í nokkru leikmenn. Triple A er samt að vera besti leikmenn sem deild. Keflavíkur fíntlið líka og Fylkir líka. Já, og Þórsararnir, peningarnir sem komin Guðminn Almót. Alltaf nógu pening við þorpinu sko. Já, verður styrir. Það cool að fara með liði í ringin. Já, heldur betur. Hún hemmið að bara fara með sko. Það bara á þeim sko. Ég var að fá einhverja meldingu í eirað. Var eitthvað að gera strákar? Liverpool 4-0 Nei. Við býðum enn eftir í að seinni hálfleikur hefjist. Var rakvélinn frá Gordon bóndadagsgjöfin í ár? Hann góð pæling. Já. Þessi pungrakvél sem að vera að slá ekki. Ég myndi var að vonast eftir henni ekki erinn. Nei, fyrst hann ekki. En ég fekk pönnubíts og eitthvað frá Dominos og fleira sko. Já, 40% afslátt með konu Dokk. 40% afslátt með konu Dokk. Ég er ekki býðið mikið sko, ég er þannig gæi. Mér skilst hérna að KR sé að spila núna æfingarleika mútið Njarðvík með aðlýs. Já, það hlaut eitthvað hann að vera sko. Alltaf var hann í einhverju 5D skák sem að við skiljum ekki alveg. Bleikar að spila mútið Keflavík. Æfingarleik. Þannig að það skýrir. En af hverju er það inn í bæinn á hann? Eru það einhvern veginn að deila þessum leikunum? Og hér sjáum við Arnar. Hugsaði bara vörnina. Það er ekkert mikið að fara að skora á þessu vörn sko. Aron Kristófer, Leif, Þorsteinn Aron ef hann mætir. Arnar í markinu, Kristján Snær. Þetta er helvítis vörn sko. Leif sér búin að króta undir. Er þetta Óli Markmaður hann? Já. Óli Nóir. Já, er þetta hann já? Já, Óli Nóir. Já. Ég meina, byrjar hann ekki bara í markinu til Arnar var heill? Já, hann er Óli. Hann er Óli, og hver er þetta fyrir neð? Já. Já, þetta er ansi impressive. Það er eins sem tæklaði Eyþór Völer og senda hann í HK. Já. Senda hann í Fylki. Er þetta ekki beint upp? Helvíti er hérna Leifur búin að eldast mikið. Þetta er einn krakki og það er bara búin að slátra hann mannliti. Hann er búin að geyma þetta of lengi. Sjá hann er hann gaman, shit. Hann er allur þrútin og bólgin og þreytum. Þetta er bara, hérna verið nokkrum ára. Svona er að fara svona seint í kúkableiðunar. Skinnrútína er seint, hann ekkert að vera seint. 34-5 ára. Nei, Leifur 36. Já, með 35 ára þegar Já, vissulega. Það er ekki, það er bara mjög snemma þetta, Kili, það eru reyndar. Maður er ekki að setja takit út aðeins fyrir. Kannski hefur einhver verið að skráfunum að nýja hringnum. Hefur verið hann svolítið fengið höggin á sig. Eigum að sína bara í halftime showinu, strákar, eigum að sína þegar að Kili, tvífarinn að Kela. Það er rosalega. Tók lagið. Það er gæi þarna úti, einhver algjörmeistari og þykir vænt hann. Alveg eins og Keli sem tók Jökullinn logar. Ég er komin heim. Þetta er með því finnar sem ég sé. Þeir eru nákvæmlega eins. Ég held að spangita mínar hafi svona aðeins tekið mig frá honum. Ég er komin heim. Ferðalokum finn ég þig sem í gagnar höndum tveir. Er þetta ekki stærsti gæinn á TikTok? Komin heim. Já, ég er komin heim. Vá. Það er silfri á voga. Sjáðu jökullinn loga. Vá. Gunnar Hafberg, takk fyrir mig. Mikill stuðningsmaður Aftureldingar, þetta er þvílíkur meistari. Þetta er grjótarður hérna Aftureldingarmaður. Þetta var Shit, sáu Gunnar Birgisson? Já, við síndum þetta í fyrráleik. Sæll, ég veit ég bara að sjá þetta aftur. Endur þetta ekki efni? Gunnar Birgis setur punkt á tjattið. Það er ekki, hann er orðlaus greinilega okkar maður, hann var reyndar ekkit orðlaus, hann kepti á hann hver tuska hérna í hér rétt áðan. Já, einhverju er að sjá fyrir sér reunion hjá Erik ten Hag. Sjöfus eimdi er þetta á Twitternas, töpum vitleysu leik, svo bara eitthvað hörmulegt framhaldsleikrit. Þetta er ekki mikið jákvæðni Greit drengurinn maður í Palm Angels bólnum sínum. Glæði. Einhvern veginn líka sko á móti Wolves bara, þið vinnið alveg 10 sko. Þú bara reynir. Þeir eru búin að missa confidence-ið. Það er bara búin að brjóta á. Það er búin að brjóta á, því miður. Æja,
Hvað í gangi Sæll 4-1, Jón Daði Böðursson. Hvað að komast upp Settum við ekki við Jón Daði? Skora! Býtu, nei. 4-1 við býðum eftir Max Skora. Ekki Jón Daði. Litla standing ovationi þegar hann er tekin út á svona 8.900. Ég hef ekki hugmynd hvað það sko. Á reynum aftur Jón Daði. Já, meinar því, ég held að vera að reyna hver skoraði í Burton. Það var bara sæll. Það væri þekking, sko. Hver vinnur lengju, spyr Gunni Birgis. Lengjuna? Með peningana á hlutu að vera Þórsarandir. Keflingar eru líka með helviti öflugt lið, sko. Svo líka vera að sturta peningum Já, þú veist bara blúpeningarnir. Það verið búið að sturta í körfuna, það verið ekki gengið, fórum í fótboltan. Það er reyndar ásætti þar núna, það er kannski það þarf að borga hann alveg. Þetta eru Þór, þetta er Keflavík, þetta er Fylkir og HK. Sækir ekki HK, erlenda strækjar og... Jú, það minna nóg peningum í HK líka. Og handbært fél, sáu það? Sæl, það er verið að liggja á peningunum hann í kórnum. Nóg til að peningum hann. Það er verið að liggja á peningunum. Hassan Djaló, kongurinn. Þetta fór vel með hann á Dalvík. Hassan Djaló var gaman að fá hann aftur maður. Gaman. Ekki allan yfir Isaac. Ætlaði að sé hann. Sjáum þetta Mark Newcastle. Sjáum þetta Þetta ok. Það er hérna einhverjar þeir að fagna. Þeir fagna Newcastle menn Sandro Tonali allan. Já, miða við lúki á honum. Já, það er 7, nei 8 Og sjá Ísak Kassi. Þetta er geðveikt mark. Já, sæll. Sandro Tonali. Sá er yfir. Það eru margir sem gá ekki mikið fyrir hann að mæti. Sjáuði Sandro Tonali, hann þykist alltaf setja hægri fót, hægri fót, reynir og köttar hann síðan. Við skulum gera þetta mikið. Það er einfalt. Alfred Finnbogason. Já, hann gerir þetta alltaf á þessu. Gerir þetta mútið normunum hérna. Já. Newcastle bara því líku rönni. Töpuð hann einu leikum átti Bournemouth, annars er þetta bara búið að vera eða grænt hjá þeim. Já. Siggi Sörursen hlæri yfir. Besta bettdeildin á Íslandi, það er skemmtilegt. Besta bettdeildin. Þetta er önnur þriðja, ekki? Jó. Svo er þarna nærdeildan í kvennamboltanum og jú, annar flokkur er flottur líka. Nafli sett á þrásál. Sem er bannað að betta, það er ekki. Heldur betur það er rosalegt, það fannst Apple TV hérna bara í Túbor 10. Það er bara vera Bullis, þeir eru alltaf að ganga frá hérna og eitthvað. Sáu bara nýtt Apple TV, enginn vissi af þessu. Nei, rosalegt. Bara það sem hún finnur í Hamraborginni, ef hún leitar að hlutum í Hamraborginni, þá finnur það. Bullis, þeir með svona gold, svona detektor, sem bara svona byrjaði að blikka, það verður eitthvað Apple TV undir ykkur treyðu þarna. Herra Jónas Eðalur spyr hvernig ég og Dokki fannst sér árið ári, ég kastaði hann klæðinu. Ég hafði verið að góð spurning, takk. Ég hafði verið í þungum peningadeildum og núna var hún lögð niður og þá bara misti ég passjónið. Skal viðurkenna það. Það er mjög lélegt og ég sakna gleðina sem fylgir fantasy. Þannig að ég ætla að koma aftur sterkur á næsta ári. Það er líka voru breytingar og þið verður átt ykkur að því ég er mjög gamall, þannig að alla breytingar fara illa í mig. Ég er að verða Auðun Blöndal. Það er maður sem hata breytingar. Já. Sko það er 2068 Auðun Blöndal verður ennþá stöð 2. 88. Þú veist. Arsenal, nei. Gabriel er bara hreinsa. Gabriel. Hann hefði þurft að setja hausinn í þetta. Já, hann er bara að skuttla sér á þetta. Henrik Larsson stæl. Þessi Calafiori. Bögga mig. Já, ég veist þetta bara, þú veist, hann er rosa fallegur, ég er að saman að því. Það er huggulegur strákur en hann er bara ekki nógu góður í fótboll. Nei, kraftlaus. Mikið meittur. Svona, ég held þetta að vera í nýr Darmian, sko. Já. Leo Reynis búinn að tala að Calafiori gæti orðið þeirra Darmian. En ekki alveg orðið sá leikmaður. Hvað segirðu? Middlesbrough að jafna á móti Preston. Okkar maður skoraði náttúrulega Stefán Teitur. Nú rannast inn hotnin hjá Liverpool. Þetta er góður nafn. Þú veist, alvöru Skagana. Stefán Teitur Þórðarsson. Hvað myndu þið ef þið myndu eigna Skagamenn? Hvað myndu þið kalla hann? Þórður Andrásari, sko. Var ekki Þórður Jóhannes besta nafn? Já, Þórður Jóhannes var langt best. Þórður Stefán, Ólafur Teitur.
Ólafur Teitur, já sko Þórður Teitur er eiginlega sko, það er ekkert svona eitthvað engin svona pæjunöfn á Selfossi, það heitir engin eitthvað Akranesi Þetta er svona íslensk bara, hrein íslensk kalfarsnöfn. Hvað erum við að tala hana? Teitur Bournemouth 2-0 Bournemouth, þú skipta? Já, reynda náði Vissi með Bournemouth maður Hlaut að koma þetta Forest lið myndi tapa ykkur leik sko. Fokk, ég er með bæðili skori í þessum leik. Já, ég er með over Það er nóg eftir þessu tengir. Double chance Forest. Er þetta Outara? Já, sínst það Lítur út fyrir að þetta hafi verið Outara sem að skoraði Sjáu hennar stráka þarna, hvar endar þessi gæja þarna húsin? Ég held þetta sé bara Real, Liverpool, City Murillo liggur eftir Er eitthvað fyrir varherbyggja að skoða? Æna, hann er ekki sáttur. Æna á sér Æna Ósk og hún er að þetta verið tekið af Sjá hvað getur varherbergið gert segir væntanlega Reynir Sveinsson núna Já. Allan engin ástæða þetta er ekki ástæða Nei, engin ástæða Fyrirgjöf frá vinstri, ekki Klauvert það lúkar eins og Klauvert allavega knattrækið Fyrirgjöf á fjær nei, það er ekki þetta það er ekkert Þú vil hoppa hann? alvöru kraftur Já. hann setur hann bara upp á fjórðu hæðina Úr kyrstuðu bara. þetta er alvöru Vá heyrðu tjekki á markinu þetta er dögt hjá mér Barró komið 2-0 Þetta var svakalega jump. Strákar, ég geti ekki hort á sjónvarpið að hjálpa ykkur ég skal hjálpa þeim Strákar, takkið þið við Já. talið Kili, þetta er svona eitthvað sem þetta hoppi á hann, þetta er svona eitthvað sem við sjáum með körfunni, hann lítur að geta tróðið. Pottet Já, þetta er alveg aðletti gæi í þessu, þetta var rosald. Hann bara með vardamann í mitt í sæð. Já, það var svolítið, förum aftur yfir Arsenal. Já. Er þetta að fara frá þeim, strákar? Arsenal? Já. Já, ég meina ef vest tapast í dag að jættefli og Liverpool vinna leikis mér inni þá já. Vinna hann alltaf hann og ammælistæminn. Já, þeir vinna alltaf þá. Sé ekki hvernig er að tapa þeim leik sko. Nei. Vitandi að mér að vera 34 ára. Setnáleikurinn er samt búin að byrja betur núna hjá mínum mönnum heldur en fyrir sko. Já, var neri fór út af það ekki í hálfleik. Hérna finnst þér sjá einhverja breytingar svona á liðinu? Það er svona meiri kraftur í okkur núna. Já. Yes. Það er holtspilna. Ég segi það vel. Hérna fer ekki Öflugir maður. Savi eða? Simons? Þú vil hann eftir. Hann illa nettir. Hvað er Gabriel? Leipzig voru jafna mútið Leverkusen. Já. Það var hotspilna og það var nú lítið upp á þessu að hafa. Þetta er svona... Tvær í röð á fara ekki við fyrsta mann. Góður hotspilna Arsenal og þetta er eitthvað svona sem dó með árunni 2024. Þetta er fán. 3-0! Förum á Bournemouth. 3-0 Bournemouth. 3-0 Bournemouth. Það er Klauvert aftur. Ég þarf bara Arsenal mark núna. Það var seðina með dottin en það sem ég gerði sjálfur held ég. Kili, kíkta á þetta. Og byrju, ég þarf Sunderland þarna. Hvað er staðan Sunderland? Newcastle, Atletico Madrid eru undir. Hessi seðlir í tómu bulli. Gerði þetta hann eftir á. Tjöfnir Klauvertin búin að vera heitur. Ekkert smá. Klauvert! Sá er búin að vera öflug. Þetta er rosalegt lið maður. Já. Tjöfull eru þeir skemmtilegir. Er þetta... Líka bara Bournemouth með eitthvað 12 manna völl og eitthvað, hvaða rugl er þetta? Guldspjald á bekkin, ég fekk þetta stundum. Já, á bekkin. Bara hérna, varstu svona, var meira skapið þér á bekknum heldur en sem leikmann, inn á vellinum, varstu frekar þegar þú varst á bekknum heldur en þegar þú varst inn á vellinum? Já, maður er erfiðar með að stilla sig. Já. Sér þetta Kili hérna? Sunderland! Búið, seðli minn dauður. Við erum dauðir báðir. Er einhver á lífi? Hvernig er staðan? Ég er á bullandi lífi. Sjá markið þarna. Hvað segir þið strákar? Rangur? Nafnið þarf bara Arsenal. Já, rangur. Sýnist það í miður fyrir Bournemouth. Já, í miður fyrir Bournemouth. Já, býtu. Sjáum þetta eins hérna. Já, alltaf rangur. Lengst fyrir hann með hægri-löpina. Það er vel gert maður. Þetta mark verður tekið af. En sko maður segja, er ekki segið til minn svona sem lítur hvað best út? Það er búið að taka þetta af. Hérna. Eina sem ég þarf í rauninni mark frá Forest og ég þarf Arsenal að bara klára sitt. Það er ennþá bara 1-0 fyrir við að reyðlega þegar mútið allt í Jú, öflugur að það með undir 3,5 þar. Það er hérna, fá 1,46 í stuðul þar, það er hérna, maður sá tækifæri þar. Þú ert ekkert að rífa upp stuðlana hana, sko. Nei. Svolítið eins og þú í hlutabréfunum bara. Já. Það keypti í öruggubréfunum. Það er vandað til verka, Kilvi. Icelandair og Ölgerinn og... Já.
Amarok. Svo segja Gárugættir, ég veit ekki neitt þetta. Já, Ég færi bara í hvað heit það eftir félaga mínir? Vá, stólu úr First mér. North? Nei. Já, á First North. Já. Félagarnir að skila á First North markaði. Hvar var ég eftir alltaf að kaupa Hjörvar? Hampiðin, já. Hampiðin, já. Þar var ég. Svo einhverjir Ég er að gleyma, ég er að fara að kíkja á bréfum Já, mína. þú lætur þetta bara malla. Þetta það þýðir ekkert að vera að skoða þetta vikulega. Nei, ég skoði þetta árlega. Já, Svo menn var ráðast á Trump-coinin hann þegar hann var. Ég er í haft 2 coinunum. Já. Við Keli voru þungir þar. Sjáum það búið að taka markið af Bournemouth. Hvað er í gangi að þetta? Herru, Það er eitthvað æsingur, það er hitti. er þetta grillis? Þetta var eitthvað kastað inn á eða eitthvað rugl. Já, allir anskotin eru að fara. Við duttum aðeins út af þess. Já, vorum að ræða bréfin. Hæ? Það er ekki lengi að þessu kallaði. Já, hvað sagður þú? Söndiland að jafna á móti Plymouth. Keli lifna við þá, eða ekki? Jú, svona smá. Þú veist hvað Söndilandu. Ég þarf alltaf Atletico Madrid, sko. Þeir geta alveg hendi í 2 og bara 10 myndum, sko. Gott lið. Marmús í liðinu. Vó. Þetta vaknaði ekki. Já, það er skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt. Nýmættur. Já. Og tekur 7. Já. Þetta er svo eitthvað sem er verið að bara gera. Er Kusjanov byrja líka? Já, sæll. Þetta er úrspeki. Já, ég veit það. Ég sagði einu sem við bróðiðinn að fljótlega fara að koma góðir fótboltamenn frá Úsbekistan. Er farin líka á HM fljótlega. Carlos Coelho sem þjálfa? Hver var að þjálfa það? Ég man það ekki. Það var einhver... Bournemouth núna, ekki? Bournemouth. Já, 3-0. Bournemouth 3-0. Þeir eru góðir. Þeir eru leikur, Bournemouth Forest. Það er alltaf eitthvað að gerast þarna. Bournemouth Forest... Að vinna á 94. Já, segir maður. Yes, Toro þar. Ótrúlegt dæmi. Yes, Toro böblur. Jú, þetta sé, ég er Óla ekki man ekki eftir hans leikmanni. Bara hann er svo óleikmannalegur. Herra, Dango að skora. Django Unchained. Dangoinn að skora. Já, smá kjaftsögg. Fyrir... ekki náttúrulega. Ekki það að maður eitthvað smeykur við Forest, en Billy Brekker ennþá meira af uppi. Sjá, þá er bara gamla góða stungusendingin og svo Murillo fíblaður nýju samningur. Vá, maður. Umulega vörð hjá Murillo, vinni mínum. Milenkovic og hann í tómu tjóni. Raskat í hann. Stöngin, næstu í stöngin. Sem kissir stöngin. Sér að hann á skýta tötts þarna. Já. Og hittir hann illa, en sem í stöngin. Glæsilegt, gott, hvernig er dokk í bækinn? Þetta er frábær spurning. Ég er í smá vesinu með S-I-liðin, þú veist hvað það er. Löngsa. HK fellur úr lengjunni á komandi tímabili. Þeir eru Burton er ekki með mesta sjálfstöð sko. Það vonandi að það er að hangja á þessu. Á hvaða mínútu meiðist Reece James á eftir? 13. Nei, vonandi hangir hann. Það er alltaf leiðilegt að menn meiðast. Það er ekki eitthvað sem við stöndum fyrir. Hvort er naflinn stærri í ölgerinni eða Hawk Tuah coin? Ölgerinni. Hún hefur vist ekkert sést, búlistrákundum voru að tala hún hefur bara ekki sést frá því að þetta Hawk Tuah coin reyndist verið eitthvað að scam. Jaha, hún er bara að fara í felur. Það fór allt í klessu. Já. Settu að Jasson á hann, ekki? Þar Kunja og Woodsmark fyrir 600 €, Sverrir Ágússon. Það verið gaman. Sýna okkur fallega. Hann er örugglega markaskorur. Við tökum við fallegum seðlum að sjálfsögðu hjá Epic á spjallin okkar. Úlfarnir að setja hérna rétt fram hjá. Og flott setup. Við elskum að sjá flott setup þar sem þið eru að horfa á DocZone. Setið það inn á Exit og notið hashtagið DocZone. Fer vesturinn yfir lengju eins og þetta lítur út núna. Já, þá er það ansið miklu líkur á því. Þannig að menn eru svona aðeins að ég sé að menn eru að vera heitir fyrir íslenska sumrinu sem er skemmtilegt. Já. Er enginn að ræða að Argentína tók Brasilíu í U20 Suður Ameríkukeppni 6-0. Það er eitthvað áhugavert. Já. Alveg úrslit. Já, það er alveg úrslit. Takka þeim saman. Eigum við þarna goals and assist þarna skjalið.
þannig að við sjáum hérna hvað menn búin að gera á þessu tímabili því að við sjáum að Ómar Marmús að fara að byrja og við kíkjum hérna á hann Siggi er búin að uppfæra þetta Cardiff komið 1-0 Þetta er rosalegt að þessu 2 Egyptar á topnum Já af öllum þjóðum Tjekkja á þessu Salah, Marmús, Rafinha, Leva og Kane Harry Kane, varstu búin að uppfæra það líka? Nei, hann hefði þetta uppfærtið það ekki hann uppfærið bara Liverpool uppfærið Liverpool Já, stefnir að því að Liverpool vinni en úrvalsdeildin í annað skiptið auðvitað búblu byggarinn og svo núna þessi Hvernig gengur ykkur United? Er það 13. Bretland er rauð það er það skiptir máli Bretland er rauð Bruno Fernandes sá til þess að breska þjóðin er rauð í dag Sá fyrirlið Slappleiki heima Var þetta eitthvað nýtt þarna? Var þetta nýtt setup? Nei, ég var búin að sjá þetta Setið á Dogsón Arsenal, N1 skallafæri Avertsinn maður Hann er búin að vera heldur mikið í skallafærunum Lúmskur skallamaður Já, hann er ekki Hvað er þriði í skallinu og búin að stýra einum á markið Þetta er bara hörk Arsenal menn og X-in er að fróða þetta sko Var að tjekka það sko Svoleiðis Já Fara frændur mínir í Dalvík Reyni Tablausir í gegnum sumarið undir styrkustjórn Harðar Snæfars Nei, þeir gera það ekki þó að maður vona að gangi vel Nú, hvernig er tilfinningin að vera með Montréttin á Bretlandsef? Jú, ég skal viðurkenna, hún er ansi góð og verið gaman að hitta Rangers stuðningsmenn að undanförnu Það er alveg viðurkennt það Hér sjáum við Atli Hrafn, hann er mættur á Vel gert, þetta er alveg Já, á Edgley Park innan með Benoni segir hann Þetta er flottu völlur og þetta er bær í mikilli uppsveiflu Sjáum hann að horfa á Dogsón meðan hann er á vellinum Já Geðveik markværsla hjá David Raya Cardiff 2-0 Sjáðu Raya Búm, geðveik værsla Gert Havertz next to score Ég peppa Hali með hann er búin að vera svona nált Kai Já, Kai. Var þetta í Kunja Kunja hittir ekki markið Ég ætla að stiðja Arsenal nú Ég held bara að það var í karakter eða þeir myndu klára hann leik Hver er stöðlun á Arsenal bara núna í streitun? En sjá hvernig Doherty stendur einhvern veginn og horfið bara á snæðan fyrir að ráðast á bolt Sjá hann leikur, þetta er ekkert rætt Nei Bara láttu við vaða á þetta Arsenal er á bæðilega 4 í stuli 1-8-3 réttibli Hvað segirðu? Allt búið í Þýskalandi og úrslitin þar eru öll sömul staðfest og við rennum aðeins yfir þetta á unnu Augsburg sem er segasti klúbur í heimi Heidenheim 2-1 og Dortmund og Bremen gera 20 jafntefli stóra fréttir Leipzig og Leverkusen gera 20 jafntefli sem gerir helling fyrir Bayern sem unnu 2-1 útvöldum mútið Freiburg frábær tíðindi fyrir Kompany og strákarna hans Mainz 2, Stuttgart 0 þannig að allt búið þar, búið á Ítalíu Atalanta vann Como, nú er að byrja stórleikur klukkan 5 Napoli Juventus Góð leikur Samt eitthvað svona hljómar eins og bara 0-0 Já, 0-0, 1-0 öðrum einn Það gæti verið áhugavert Napoli ekki að spila 3 manna vörn eins og maður myndi nú alltaf halda að liðin hans Antonio Conte myndi gera Juve ennþá tablausir Kolomuani beint í startið hjá Juventus verður áhugavert að fylgjast með honum þarna Herru, Leopold skora? Leopold að skora Herru, þá betti ég á mér dótti yfir Var þetta gegn Potter? Já, það var búið að fokk það er búið að tapast Það var næstu í farin í United 4-0 Já, ég veit nú ekkert með það Nei, takk en Slæðsofun Já, 4-0 þarna Þið lengur upp, er það trend eða? Já 5-0 er að fara að ræta sér Já Það var allavega það Það voru tíminn allavega Greið, hvað er þetta? 6-0 og 4-0 Já
Ipsits og Gunni samloka einhvern veginn heima með samlokunna. Bara með skinku hvað ætla að sé með á lókunni? Það er max skinku ostur sko. Jafnvel bara ostur sko. En skinku salat Ég ætla alveg verið sko. Ef verið að dæmi þetta af eða það er eitthvað Rangur nei, ég held ekki eitthvað að tjekka það sem ég síndist ekki sko. Já, RRBG alltaf að skoða þetta nei, það er ekki séns sem að já Liverpool komi í Stendur þetta ekki? Jú Ennþá Er eitthvað að skoða? en skoðað Það er kannski alltaf lagi fyrir greinin Ipsis að henda rángstöðu á þetta bara sko. Já, þú ert þar Já, bara vorkina Stendur, onsett Ok. Já, það er búið að sjá þetta fyrir lungu Gulla á fyrirliðinu Plymouth í seinustu umferð móti Burnley. Já. Þá er staðan 1-1 núna móti Sunderland og Gulli besti maður vallarins hjá Plymouth. Gulli Viktor bestur hjá Hann er búin að upplöfa þetta nýju þjálfarinn kom inn sko. Wayne Rooney didn't spot the talent jú, hann náði hann Já, náði hann en spila hann lítið náði hann og hann mættur hann í byggarinn mútið Brentford einhvern veginn eins og kongur í Já, geggjar þar sjáum Arsenal-liðið eru svona já, þeir eru alveg líklegir en Já. Wolves eru alveg líklegir nefnilega líka þetta er Svona aðeins opnara Arsenal aðeins fyrir flega mönnum fram sko. já, þeir jafntöfl ekki rekt Nei, Nei. þeir vita ekki nema að ég séu bara í baráttunum meistaradeildarsæti og séu konur þá pælingu En við erum ekki með neitt svona firepower á bekknum sko nei, er Raheem ekki bæknum? Jú er það ekki alveg firepower? Já, ég veit það ekki Heyrðu, útrúlega stöðu leikmaður serðu Real Betis 1-0 á móti Mallorca var það væntanlega Antoni sem skoraði markið það væri geggja það lítur að vera Sáu hvernig Antoni flög til Spánar? væntanlega on a private jet Nei, svona snúningsflug já hann er hættur að taka snúningana á því að krakkarnir er eindir ekki vinna þessu nema svo tók hann snúningin á Van Dijk í byggarnum Já, pröfa það got him all cooked og sjá já, það er gaman að sjá hvernig mannsýstumenn United þar að segja mæta klári í slægin gegn Fulham á sundaginn eftir að hafa fagnað the Battle of Britain Góð leiktími svona já, Skemmtilegt svona sunnundaskvöldi, loka helginni Já, þetta er betur Er eitthvað að gerast í Brighton eða hvað? Sko Brighton er með 11 skotum út í 2 í Everton sko. hérna Danni er komið line-up fyrir HM Zone í handbolti á morgun Já. og hver? Litli stóri DNA maðurinn kemur og heimsækir okkur og svo verða þetta Naflin sjálfur og Teddy Ponsa Yes við munum þetta vinna mjög stóran sigur þar Sitið Sunderland 2 Plymouth 1 Keli er Var ánar ekki Keli með Nei, hann var bara að tala um að hann vildi Sunderland upp hvaða leiku þarf aftur að detti á mér til þess að ég vinni seðli minn? Charlton Hvar stöndum við þar? Er 0-0 eða? Já hvort er meira Gimp, Garnacho eða markmaður Króatíu í gær? Mér er gimp Var hann góður markmaðurinn í Króatíu í gær? Já, Já mjög góður Já Herru, raukt, herru, raukt Let's go Úlfarnir að missa mannavelli Búm Búm, búm, búm Allt orðið í amt og nú er hann brjálaður stjóri hann Þetta er hann búin að taka það út af ef þú treystir hann ekki Eftir soft rauða sem við fengum þá er þetta svona ekki að setja sig sangjant Hann á að fatta þetta Svona, bara taka það út af Já, Gómez að fá rautt spjald Arsenal með pálmar í höndunum Já Já Þetta er ekki spurning Rautt spjald Red card Já, þetta geti kveikt í þessum leik fyrir Úlfunum Risa fréttir fyrir Arsenal stuðningsmenn þið fóðu 25 minútur núna til að skora 10-10 meira pláss á vellinum og Raheem Sterling þeir eiga hann inni Þegar mann inni Næstu skori á Liverpool má ég sjá Þetta er ekki Van Dijk Þau eru með Núñezinn Já Hann er heitur Eins heitur og hann verður allavega
Ég þarf bara Það er ekki eftir sem að Sigurður setur 30 € og eitthvað en hann hefur greinlega getað trúið þessu Ég hef oft séðan lítinn en ekki svona lítinn Jæja Væri Baron Trump sá stóri og stæðilegi betra en King Kai Havertz upp á topp í Arsenal Hann hefði skorað á þessu færið hann í fyrirháleik Promises made, promises kept hefði hann meintilega sagt við Arteta sjá allt búið í Þýskalandi búinn leikurinn á Ítalíu komið mark í alla leikina á Englandi nema þann sem við erum að horfa á Wolves Arsenal, það er svona aðleikurinn hjá okkur fyrst að þetta er búið hjá Liverpool núna þeir eru konið 4-0 yfir og það fer að styttast í 5. markið þar sjá Arsenal er að stilla upp í einhverja aukaspinnu af 50 metrum nei, hvað bara spila þessu út úr þessu flott, ekki verið eitthvað að dundra þessi inn í Já Yes Allt ekki Madrid efna Já, Griezmann Þú þarf ekki að sprellifna við Jú, ég þarf mark frá Sunderland og mark frá Atletico Madrid Það var seðlum dóttinn Já, einmitt Samuel Lino að jafna metin eru allir selin okkar sprell lifandi? Já Ég er alveg steindauður sko Já, bæði Bilderðum og í selin Var hann að gefa ykkur þetta hotreynir? Ég sá það ekki Hefur ekki nýtað þetta? Já, það væri rosa þetta þið myndi skora þessu hotni Drífa yfir fyrsta mann einu sinni Þannig Þetta væri alvöru hnífur ef þið myndi skora þarna Á naflingum fótboltaferil, hvað spilaðu lengi naflum minn? Nei, ég spilaði nefnilega mjög líki. Ég hætti snemma í fótbolta. Ég tók handboltan? Já, tók handboltan. Ég var ekki lengi í fótbolta. Ég var líka átt að byrja að hætta aftur og svona. Landsliðið er á EM og HM annað hvert ár, þannig að ég sá. Ég þjálfaði naflan í fótbolta. Heldur betur, Gústi. Grassi líka. Já, Gústi var miklu meira með mér. Já. Það var svona setna líka. Ég á bara eitthvað 7. Verið heppin bara að Keli gætt mætt á lögutum og sundum. Það var maður þunnur. Það var kaupstæða líkt á hann. Já. Brensin. Því miður. Já. Charlton. Eru ekki að fara að fá mark þar? Kannski með þetta aðeins dött. Má ég hendi NFL-seðil fyrir morgundaginn? Já, gott með. NFL-seðil, já, takk. Fórum beint á Epic og það held ég með kannski vakandi yfir þessu sko. NFL-seðil. Það er alvöru sunnudagur, AFC og NFC úrslitin og ég ætla Arsenal. Já! Calafiori! Búin að raun yfir hann. Calafiori Gunnar Birgisson getur tekið gleði sína í Zagreb. Hjúts Takk okkur í gegnum þetta Reynir. Þetta er bara svo fallegt að sjá. Við vorum nýbúnir að aðeins að láta hann heyra það okkar mannanna. Einhvern veginn klínur honum niður í hægra horni. Hann átti náttúrulega sturla markarna líka daginn. Out of nowhere. Þannig að smá klafs þarna. Ekkert fyrir varherbyggið að gera í þessu öllu saman. Þetta er vel tekið á hann, mjög vel tekið. Stöngin inn. Svo kontra hann einhvern veginn. Já. Hann hugsaður bættilega bara þarna að koma honum á markið. Já, haldur hann niðri. Frábært markið á Calafiori. Arsenal kom niður í 1-0 á móti Úlfum. Þetta væri karakter sigur, þetta væri geðveikur sigur fyrir Arsenal ef þeir klára þetta. Smeygir hann á milli og rétt fram hjá höndurum hans Jose Sá sem að veri nú ekki mikið. Og auðvitað var hann þetta ekkit. Bendir á merkið. Fallbyssuna. Við setjum annað. Ég þarf bara Forrest Mark. Þá er seðlinn minn dottinn. Þá er seðlinn hjá nafnlanum dottinum. Heiðu við að kíkja á NFL. Ég byrjum á að fara í bildir á Kansas City Chiefs Buffalo Bills. Það er bara mjög gaman að taka NFL bildir. Það er förum í forgjöfun á Bills plus 5,5. Ég held að þetta verði alveg leikur og forgjöfun á Bills er alveg eitthvað sem fíla menn sem var á plus. Já, og síðan getum við farið í leikmenn, förum í sendingar leikmanna. Það förum við í Mahomes yfir 200 og Allen yfir 200.
förum síðan á hérna skorið í leiknum, bara allt bara og við erum með yfir 38,5 stig Uppi. það var þarna, fjöldi stiga yfir 38,5 þetta seðill þetta alltaf verið þetta Þetta gjöf. já, Sýnst það? það meiri trú á þessu en Núnes sé ég 3 og 12 í stöðull. já síðan hef ég líka verið að taka bara menn verður vel að vera áhættusagnari fáum þetta aftur upp, tökum saman bara leikina 2 þegar hérna farið í Eagles Commanders maður svo mínus á Eagles sína allt förum í mínus aðeins neðar förum í mínus já, 2,5 hana stoppa hana tökum hérna mínus 4,5 á Eagles þeir eru alltaf að fara að taka þennan leik Commanders eru sattir já, varst ekki með hana? já, það er alltaf leið já, mínus 8,5 já, það er mínus 8,5 hörum ég á þetta segnari já, Bills streitun það er bara hérna, ég hef mikla trú að þetta sé árið sem Bills er að fara í Super Bowl Buffalo Bills. já, hérna Þú heldur að Buffalo vinni? já, ég held að Ég myndi Buffalo elska. Bills það er ekki, ég fíla Josh Allen Er það fyrir það setnileikurinn? það er setnileikurinn Bills Kansas hann er samt alveg á þælum tíma, hann er 11:30 Já, það þægilegu tíma svona með hvernig þetta hefur óttu verið Naflinn er að sopna 3-4. Það eru flotta spurningar hérna að vera að spyrja hvenær Dr. Football X Epic Bet treyjan fer til sölu. Hún fer til sölu í 9 mánuði og þá verður við erum að svona klára hönnuna á henni og tæknilega er hún tilbúin eða tæknin var ekki tilbúin, við þurfum að finna upp tæknina sjálfur. Nú, þannig að það verður mjög skemmtilegt. Takk fyrir þessa spurningu. Er Hjörvar að sofna? Nei, alls ekki. Og hvað bara halla mér að sérna aftur í stólnum. Naflinn sagði reyndar að Commanders væri settir fyrir Lions-leikin. það gæti enginn sé fyrir því að Lions myndi dett út á móti Commanders á þessum tíma það var ekki mig að sagast ég væri til að hitta þann mann sem Glataðir heiti Commanders, það veit það ekki Redskins. Já, ég veit það og þú veist, voru þarna Washington football team, þetta er búið að vera hálf glatað þarna eftir að hætta að vera Redskins. Við þurfum bara að fá Redskins og bera virðingu fyrir Indiana. Þetta sé að fara að taka tilbaka. Rauðmaðurinn er minn maður í Ameríkunni, engin með Calafiori í, segir fréttarítarinn Leo Reynis. Forrest Mark, er eitthvað hérna Forrest Mark? Nei, ég bara segja ég þarf Forrest Mark, ég þarf Charlton Mark. Já. Ég held að Arsenal sé þetta annað. Já, ég sammála. Þannig maður ekki taka next skóla Arsenal. Ég er þar. Já, karakter í svo Arsenal-liði, þetta var flottur ef þeir gera þetta. Jalen Hurts er glataður. Er hann glataður? Er hann ekki mjög góður það? Jú. Já. Hérna Hann með gott, hann með hérna Hurt So Good. Já. Hurt So Good. Come on baby and hurt so good. Já, menn er ekki Philly menn, maður ég verið það. Menn þóla ekki Eagles, það er bara eins og það er. Hvenær farið við tweetin fyrir Ammo? Er komin eitthvað tweet, strákar, fyrir Ammo? Gæna vellurum á hann, já, hann er náttúrulega mjög líklegur fyrir þetta glæsilega setup. Er Óskar Smári þjálfari, hvernig fram ekkert búin að setja inn hérna, mynd af setupinu? Hann er búin að róla úr í dag. Þungur eftir tapið í ger. Já, sjáum doksónið það er einhver hvaða maður er að taka viðtalaðna með einhverja krakka? Þetta er eitthvað mjög sérstakt. Ég sé hann gæja, er þetta íslenskt eða? Já, ég sé þetta á hver er þetta? I'm dealing with no bullshit, segir einhver in 5 ára. 2025. Það er Enduro. Já, ok. Já. Ég er Philly out, 76ers og Eagles maður. Já. Ég er Philly allt. Já. Veistu hvað fylki? Sándunum einhver Já, vorum við ekki með -1.5 Newcastle lengst? Já, margir
Shit. Margir -1 Newcastle. Shit. Sjá. Seti gýr í Newcastle núna og seti 1 upp. Herru, þetta eru tíska núna, opna skrokkin og lókum. Það verður svolítið í þessu. Herru, Fabian Schär með fáránlega vörn. Já. Glæsilega. Gott slút. Heldur betur. 3-2. Southampton 2. Newcastle 3. Júrits ekkert að gefast upp hann þjálfarinn hjá Southampton. Sá fílar ekki að gefast upp. Checking goal, possible offside. Ok. Gata verið. Má ég sjá, hann er allan Já. Nei, hann er Matteus hérna næst eiginlega og ekki svona skrokkurinn fyrir innan eða? Þetta lúkar eins og að sé að halla sér fyrir innan. Við sjáum að það er hæll á 23 hjá hann er ástæð. Hann er ángur. Við lifum. Þeir eru pirraði líka hérna svo þeir séum að fá eitthvað þetta. Sjá. Menn á mínusnum fagna hérna. Já, við þykjum þetta. Sjá, það er verið að teikna línurnar er að koma fram hérna í leik Southampton og Newcastle, við getum staðfest það bara á næstu svona 20 sekundum. Ég held þetta sé off. Já, ég held það líka sko. Þeir eru svona ógeðslega lengi að þessu. Það er mjög lengi. það er óvissa í þessu. Það er svona oft eins og þá séu þeir óvissir. Það er ekkert að gerast hjá Charlton. Það er allt mómentið með Charlton. Hlýtur að bara koma markaðna. Það er rosalega. 7 skot. Látt XG. En nú drögum fram línunar, hann er ástæð. Já, það er fárlegt hver er að teikna þetta lengi sko. Og svo er bara alltaf vita sko. Sjáum þetta. Bournemouth 4-0. Já. 4-0. Já, skoða. Skoðum markið, Bournemouth Klóivertinn að koma þeim yfir í 4-0 sig. Þetta hendar mér ekki. Steinþór Hróar segir, hef ekki náðum upp lengi, getur náttúrulega að fara aftur í doknum. Nei, gerum það ekki í dag. Já, hver var þetta sem skoraði? Það er eitthvað að býða hérna í Bournemouth Nottingham Forest, þeir veit ekki alveg hvað er í gangi. Djangoinn að fagna. Djangoinn. Það er eitthvað rólegt yfir öllu í þessum fögnuði, eins og sé eitthvað óvissir. Sjá. Samt glaðir. Já, glaðir en óvissir. Sjá. Nei, þetta er ekki náttúrulega. Hendin telur ekki. Já, þetta er mark. Þetta er mark. Mats Sells með smá mistök. Gæti hann ekki gert þetta mútið búlurunum? Allt í lúkunum. Já. KFC Boxmaster vill að við hendum sverðfisk í andra. Fáið Super Bowl í dag svo. Nei, við tökum ekki eitt leik eitthvað og gjam yfir Super Bowl. Sverðfiskurinn maður, hann er ógæslur. Hvenær er næsta golfir hjá þér? 20. mars. Já, það er. Þá ætlum við að lifa af landsleikjarhlið. Ömulegasta landsleikjarhlið sögunar er að í lókmass. Það er hræðilegt. Marrakes. Það var til Marrakes. Geðvikt. Afrika. Lion King. Maður er ekki spilað golf. Ég er ekki Arsenal aftur. Spennan er þar. Ég er Lion King. Það er ekki eina spennan fyrir utan Brighton-leikin. Hefur séð Lion King? Já, einhvern tíman held ég. Þetta er Afrika. Gjörðu svo vel. Það hendar þér fínt að spila þar, eða ekki? Afriku? Já. Jú, mjög vel. Ég hef reyndar aldrei komið til Afriku. Nei. Ég á þetta inni. Sama komið til Afriku? Nei, aldrei. Já, þetta verður afar áhugavert. Við ætlum að lifa af landsleiki með Eagle golfferðum. Drífið ykkur, sænið ykkur upp því að þetta verður hörmuleg vika hérna heima á Íslandi. Já, þetta verður röglega geðveik ferð, sko. Já, þetta verður geðveikt. Förum aðeins og hýtum upp fyrir íslenska boltan með quizin, svo horfum við þetta á íslenska landsliði spila saman. Það núti er auðvitað leikir 2 á móti Kosovo. Svo voru nú einhverjar að gæla við að fara á leik Marokko og Tansaníu. Já. Já. Leikmenn í Marokko sem væri rosalegt en ég veit ekki hvort við gerum það. Já, menn er að pæla mikið í íeringurum.
ætlar Dokk í loftbelgi Marrakesh? Nei, ég veit ég mun sjá eftir, ég verði upp í loftinu í einhverjum loftbelg og ég bara loftbelgur í Afríku, veit ekki með þetta. Fínt skot, Kunsja. Sjá, ég þóra ekkert í einhvern loftbelg í Marrakesh maður. Já, herri, hérna verið að sína strágar, sjáu þetta. Þetta rosalega. Hér ég að spila körfubolta og sjá þetta skrín. Þetta löglegt skrín? Það er ekki í gegnum þetta skrín. Það er ekki í gegnum þennan. Þetta var maður aðeins stugleira að mæti í ræktina, ég viðurkenni það. Þetta er svona Patrick Ewing, holning áður hérna. Já, þannig var ég að setja upp skrín og menn hlupu bara á einhvern vegg. Já. Hafnarfjörðurinn með Doxon, Pílu og Prem. Það er vel gert. Já. Engar áhyggjur, eigum þennan inni á geðveikmynd. Búnaðarbankinn á Selfossi. Maður ekki eina vitið að setja hann yfir hausinu, það er bara þarna. Jó. Það er svona það sem ég myndi gera. Sjáum að Það eru Úlfs að klúra þetta? Já, hann þarf að tegja svolítið í þetta. 5-0 5-0 Bournemouth. 5-0 Bournemouth. 5-0, sætt. Sjáum þetta, sjáum markið. Er ég bara Brighton enn að tapa fyrir Everton 1-0? Já. Vá. Anton Gylfi Pálsson að sækja 3 stig á vellinum. Dómarinn. Heldur betur, Bournemouth 5, Nottingham Forest 0. Þetta nú var samfærið, Kastir Semenyo. Nei, hvað heitir hann áttur hérna, Semenyo. Ég sé alltaf Kastir, er það ekki hlaupakonunarnar frá Suður Afríku? Antoni Semenyo. Hann á að heita Kastir, það er miklu flottara. Sjá, þeir eru búin að fagna hérna vel og lengi, leikmenn Bournemouth, sjáum hvort það sé ekki allt í topplægi með þetta lag. Mark segi, herri, Eurovision, það byrja í kvöldið? Ekki húmt. Bjarni Ara. Ekki, sko. Bjarni Ara. Já. Bjarni Ara. Stendur. Er þetta ekki sem Lauma í fjær. 5-0. Já. Sælar. Pældi, ég var með both team to score í þessu leik sem var nú bara freka basic. Nei, Bournemouth skorar öll 5 mörkin. Já, ég er með double chance Forrest. Já, Forrest. Nei, double chance. Já. Ef við tónum allt annað lið undir eigapeyjanum David Moyes. Eigapeyjan David Moyes. Var einhvern veginn Er ennþá 1-1 hjá Atletico Madrid það? Söndirlandi 2-2 svo það dautt, sko. Það er Söndirland voru jafna, nei, Plymouth voru jafna. West Brom 5-0 á þetta Bournemouth. Þeir eru einhverju topparáttu að það ekki? Það er ekki farið Arsenal aftur það? Já, förum aftur í Arsenal. Nablanovic. Já, ég var að skoða eitthvað eins hérna. Þú varst að betta það eitthvað. Söngvakeppnin hefst 8. febrúar, Bjarni Ara er í sendi undanúrslitunum 15. Það er það heilug stund hjá mér. Setur Marmús ekki eitt á eftir? Ef ekki setur á Marmús skori. Jú, það væri típist fyrsta leikur. Strákar, ef að enda á Marmús skori. Já, þeir eru allir að fagna hérna David Raya, leikmenn Arsenal. Hvað var hann að verja eitthvað? Lítur að vera. Er þetta þá þriðja varslan, bara svona alvöru varslan sem Raya tekur í þessu leik? Hann er svolítið búin að halda það minni í þessu. Sjá. Nei. Vá. Hann er ekki að halda ykkur flugöldssýningu fyrir þetta. Nei. Haldið að sitt í klári. Og Ipswich setan maður. Ipswich setjan. Alisson með ofnæmi fyrir hreinum lögum. Já. En á toppnum. Sá hefur. Það sem skiptir máli í þessum bolta. Sá hefur dalað. Ég get á topp 3 markmaður í heimi. Alls konar vandræðum undir Það ferna getur spila blindur en verið betur en þessu ónana hjá ykkur, sko. Nei, hann myndi bara Sá hefur átt erfitt finna eitthvað boltan kemi. og hér er fyrirgjöf og fyrirgjöf, það er ekki vinnur hans. Það er hótt að segja það, stendur bara á línni og fylgist með honum skalla boltan í Jakob Greaves. Þrífst allir svo illa í samkeppnisumhverfi, það er góð punktur. Gæti verið hægt að flagga rángstuða út á markstrákar? Já, nei, gefum þetta. Kili er búin að vera í gjafastöðu. En ég held að þetta verið tekið af, sko. Já, þetta er klárt. Nei, það er nokkuð, er þetta ekki byrjað aftur bara? Þetta er klárt. 4-1 Liverpool Ipswich. Á meðan eru Arsenal bara með boltan upp í hotni á móti Úlfunum. Tjaldur að skora! Yes! Tjaldur að skora! Tjaldur!
Sjáu þetta. Auðvitað. Svona tippa maður. Hver annar hefði komið með þetta? Hvaða mínúta var þetta? Það er ekki buzzer? Já, 1915 mínútur, 9,53, sjáu þetta. Dominic Szoboszlai, datt eftir 10 mínútur. Cardiff, það er búið, samfærandi, 2-0 eða ekki. Já, og 97, Charlton. Hvað hét hann sem skoraði? Búm! Charlton, maður. Vel gert. Því lík bett. 5 á klukkunni í Cardiff, það er 2-1. Það er að 2-1 hjá Cardiff, kom og Cardiff, haldið þetta út. Hvaða leikur er í beinni á Viaplay núna í Championship-tildinni? Er ekki alltaf einn? Skulum tjekka á hérna. Já, ég byrjum að sjá. Þetta má ekki klikka. Please. Kynni, þú er aldrei hitt á svona. Jú, var ekki fyrsti sónið hitt ég. Fyrsta sónið minnum ég. Ég hef örgulega hitt svona 100 fyrir sæðilega en þú á lífsveginni. Já, einmitt. 9,53. Má þessu selin hjá Kela. Ég meitni það fyrir þig, ég vil sjá að ég hitti sel. Þetta eru 700 € á mig. Ég er með Arsenal, yfir 2,5 Bournemouth, -1 Newcastle og -2 Liverpool. Sýnstu verða þetta. Þetta er official seðil Kelans. Já. Svo þetta manni stundum eitthvað meiri í hug. Já, Gregi kallinn, hann er... Það taka 700 €, Gregi kallinn. Er það ekki 100k eða? Alltaf svör þarna. Nei, maður. Lendi í Kelanum. Fara nú að flauta þetta af þarna í Cardiff, þetta er búið. Flauta þetta af, drengur. Búið hjá Southampton Newcastle 3-1 fyrir Nöfs. Þetta er að koma á Arsenal, þetta er flottu sigur í Arsenal. Mjög góður. Það var að gefa hann það. Krúsjál að ná að hanga allavega þarna aðeins lengur. Sjáum, er það Bristol Blackburn í beinni? Já. Ég aðalega hugsa til Gunna úti. Ég veit ekki hvernig það enda. Hún hefur aldrei séð svona seði. Það er bara þannig. Hún hefur aldrei séð svona seðil. Það var hleiðaseðlunum hérna í byrjun, það er lítið hleiði núna. Kili, hann er bara búin að móka sig inn í síman eins og krakkarnir gera. Helvís krakkarnir í dag, þú verður bara að vera í símanum og iPad og Ég með bæði. Kili með bæði. Eiga búlsitt markinni. Nei. Hvenær er þessi gólferð? 20. til 27. mars, Magnús. Tjekkað á ígúlferðum og komdu með okkur. Þetta verður geðveikt. Ég vil annað frá Arsenal á. Come on. Það er að ná bara í hotni. Það er að tefja. Já, Gabriel mætir þarna einn inn í. Keli er different breed. Er Keli besti malarinn á landinu? Nei. Eða mala, hvernig malaru? Mjá. Þetta var rosalega. Þetta er eftir margra ára. Mala, þú veist að mjálma. Já. Það er annað að mala. Hvernig mala maður aftur? Svangur. Er hann ekki bara að tala um bara, þú veist... Málari, ég er ekki besti málarinn. Bara alls ekki. Akkur er þetta ekki besti málarinn? Segðu þú sett besti málarinn? Nei, ég er flottur málarinn, en ekki svo besti. Hver er svo besti? Pétur Kjartan Krisson. En... Ofallegasti. Tengdapappa hans Alfred Sundbúa. Hann er góður, innan Pétur. Einar Kári. Halda þetta út, Cardiff. Charlton er búið. Læsa! Charlton er búið. Cardiff. Need this. I need this. Hörku lendingu. Ég er spáð að kaupa hann á þurrkara ef þetta dettur. Það er rosalega. Spáð ég að kaupa hann á fokkin þurrkara. Já. Nei, það hinn virkar ennþá. Maður kaupir aldrei nýra aftæki nema sjónvarp nema hitt sér bilað. Er þetta ekki akkurat þurrkari? Já, þetta er mjög nálægt í að vera þurrkari einmitt, sko. Og ég vil engan svona tæknilegan þurrkara. Ekki með einhverju Wi-Fi, Bluetooth einhverju. Það er ómikið. Bara basic. Eitt á play. Ég er alltaf með 30 mínútur prógram. Já, þú vilt ekki löngu. Nei, alltaf með stutt prógram. Þvæ í 20 mínútur, þurrka í 30. Þetta á aldrei að taka meira 52 mínútur hjá mér. Nei. Hvað er mikið og kreatín kötturum er alltaf hreinu þegar kemur að góðu mali. Cardiff Derby. Er allt búið? Útspark Derby Cardiff. Já, það er svona þá er flauta af. Herðu, það er vinn. Nall. Er Charlton búið? Charlton búið, já, það bara
Er Brighton búið? Þetta er því 9.53 Keli hefur aldrei séð svona 9.53 í stöðu Keli hefur aldrei séð svona Því líka sigur hjá Bournemouth Í hvaða iðngrein er naflinn og Hjör bestur í Eru dúkarar bestir á njánum? Það er erfitt að dúka maður Sigga Beinteins kann það Sko, iðngrein Ekki fínn í steipunni, uppslætti Jó Erum við góðið múrarar? Já, múrarinn er ekki með hnén í það sko. Það er trikki Ég myndi segja að svona það sem ég get bjarga með eru pípulækningarnar Það er svona oft eitthvað stíplað og maður fer aðeins og tekur Ég held að vera fínir rafvirkjar kannski Ég var að segja að rafmagnir myndi henda skroknum á það vel Já, það er þægileg vinna að vera rafvirki Maður sér að þetta er kósi kallar Það er annað maður á mínum aldrei rafvirki í dag Ég var til að vera rafvirki Í alltaf töffbuxum, sneakers Aldrei skítur Nokkuð snirtilegur Í góðum sneakers, háskólapeysu og bara einhvern veginn og tala við dömur Góða kvöldið Hvað er byrjað að segja Þjónar Já, Hjörvar öflugur í kokteilum Það er reyndar alveg rétt hjá Sigga Ég er góður í kokteilum Það er reyndar fáránlega rétt hjá þér Þegar þú segir það Búið á Cardiff eða? Nei, hvað er að gerast í leiknum núna? Derby er að sækja Er það dangerous attack eða? Ha? Dank Nú hlakkar í kelan Burtu Nei, búið Búið? Nei, það er ekki búið Þeir eru búin að ná boltanum Er það hot? Keli Sergi búið Full time Full time Búið Shit Jöfnveld lending Hurkari! Já, hann er á leiðin heim Nei, það er ekki leiðin Það er eitthvað skemmtilegt fyrir þetta Palm Ég var bara að Angels segja Geti farið í design shit Palm Angels Þú að fara með Dan Óla félag minnum og finna Palm Angels skyrtu eða jakka eða eitthvað Yes, 9.53 datin Takk fyrir þetta Herri strákar, ég ætla að vera með þetta svona umræði doktorfútból á morgun Hver verður næst Íslendingun til að spila í Premier League Ég var með penningarna mín á Eliassi nú á síðast og þetta er reyndar eitthvað svona hugmynd fyrir Epic að henda inn bara átrætt Klálega Hver er næst Íslendingun í Premier League? Það er Hákon, eða ekki? Já, Hákon er búinn að spila Ég er að tala um Hákon Arnar Hákon Haralds Já. Okay. Það hlýtur að vera Hákon Haraldsson sko, þú veist, það hefur ekki nýr Íslendingur startað í enn skúrastildinni síðan Jói Berg 2016 Það er 10 ár síðan Shit Þannig að Það var undan að verða bara að gera þú tekja 3 fresti Mílos Kerkis búinn að rífa sig á kassan Er einhvern veginn leiðin okkar í gegnum Ég hefur að láta strákin hafa þetta með gleru allan daginn Hey, come on Kerkis Cotton Sjáðu 4K guðið með glerun, þetta var svona stór nafni Þessi er drullu Illa vegið þarna Ryan Christie Er Bessi og Gilson í leiðinni Get the fuck out, það besta í sögu Íslands? Já Næsti Íslendingur í Prem verður Ísak Bergmann segir Hafþór Pálmi Oddsson Já, ok Þetta bera virðingu verið því svari Já Ég myndi nú halda Hákon er svona spáði líklegastur Síðan spurning hvort að einhvern veginn leiðin sé í gegnum markverði einhvern veginn svona þú ert fengið nummer 2-3 og síðan einhvern veginn dettur ykkur meiðslinn og þú ert alltaf einu bara góð Já, það er bara engin annar markmaður á leiðin í Prem en ég var með Elias, ég svona alltaf ekki að veðja aftur á hann maður svona velta þessu verið sem hver gæti verið sá næsti og það er engin augljós kandidat það er ekki eins og við um einhvern 18 ára í einhverju akademíu sem að þannig að það er engin augljós kandidat Steinþór efnir að Við eigum engan í Championship sem er eitthvað ofalega Stefán Teitur náttúrulega gæti verið bara þægild pikk en þeir eru held ekki nált þessu þeir eru ekki nált þessu þannig að leikirnir eru búnir í Englandi stærsti sigurinn Já, byrju Brighton Everton, fara aftur á hann er í gangi sko Full time Búið Þetta er Moisi öflugum Segir maður Moisi Stærstu úrslitin er sigur Everton úti á móti Brighton en næststærsti er Arsenal þeir voru færri þarna í einhver 30 mínútur eða 40 mínútur vinna samt Úlfana 1-0 mikill karakter þar Calafiori með markið geta þeir unnið titilinn Nei, segi ég, það bara vantar of mikið hann upp á Blackburn eru nálægt, það geti alveg verið Arnur sig líka en þú veist, verður hann að ná fram, ég veit það ekki
Er Arnór Sig búinn að spila á þessu tíma? Nóvember held ég eða eitthvað. September, oktober, nóvember. Það var ekkert langt síðan. Það veiktist hann ekki þarna hrattalega í kjölfarið. Veiktist og svo mittist hann. Sjáum hérna stöðuna í ensku úrvalsdeildinni. Þetta eru 6 stig og þeir eiga leik til góða Liverpool. Allt mörg jafntefli hjá Arsenal. En sýndu karakter í dag og unnu leikinn. Það eru búin að skora 10 mörkum meira Liverpool en Arsenal. Þráttur að vera búin með leik minna. Þar liggur hundurinn grafinn. Sjáum hérna, skíkjum aðeins á seðlana. Sjáum aðeins hvernig seðlarnir fóru hjá okkur. Það var datt fyrst í seðljónum í lífinu. Sjáum hérna seðlana góðu. Naflin reyndi 7.38, Keli reyndi 8.42. Doc sá þá og hendi 9.53 sem er náttúrulega einhvers konar bilun. En hann datt. Bam! Hjörvar þurfti nú ekki nema 3 leiki í þetta. Svo sjáum við tippið. Sjáum við þetta. Aftur vann ég. Og fyrir... Það hittir allt. Ég fæ út að borða á mar. Ég fæ út að borða á mar fyrir þetta. Já, ég er að fara á mar í kvöld. Ég hitti á öll rétt úrslit nema hjá Brighton. Ég fór svona aðeins annað en að það er í Arsenal. Vá. Þetta var minn dagur. Já. Þetta gekk vel að þetta. Víkingalotto í kvöld. Víkingalotto, neðar ekki. Ég vil sett gefa sjálfur mér 4. Því ég sagði þetta Evertón tæki þið minnsta stig út úr svo leik. Já, það er þetta sterkt, mjög sterkt hjá þér. En Kungu Garnacho skiptin verið sáttir, það er já fyrir mig. Ég var sáttur líka. Keli, hvað með eitthvað hart svar við þessu nú? Já, þú veist ég var svolítið. Drullu saman, bóð, get ekki nýtt. RS, hvað með eitthvað? Var þetta ekki bara hörkuskipti? En er hann ekki alltaf meittur en Kungu? Vorum með RS sjúkdómin hérna. Hljómar þessu sjúkdómur? RMS veiran. Það vantar M-ið. Það vantar M-ið, já. En City Chelsea, var búið að tippa eitthvað á hann eða er... City Chelsea? Er ekki bara allir með City þetta þar? Nei. Ég er ekki X. Það er allir hérna með City nema þeir hérna brósar með X. Við með X, já. Við erum svolítið X-inu. Báðir hérna með City. Já, City. Hvað er þið á Chelsea? City er alltaf að vera að vinna ennleik. Það er ekkert um mig að sagast. Við verðum mættir næst íslingur Prem er Egill Orri frá Þór sem nú er í veitur. Hann er geðugur. Já. Ok. Vinstri bakur. Við verðum með Dogsón á morgun frá klukkan rúmlega 2 á YouTube þegar að Ísland og Argentína mætist. Við erum að vinna þann leik og svo eru Slóvenar að fara að shock the world og vinna Króatana. Það er sem maður er allar að heyra úr handboltasamfélaginu. Heldur betur, við trúum. Vesterhafi... Nei, byrjar Kjelljóð, það er svona erfiður að hafa eitthvað. Það er að peppa ykkur að Slóvena fyrir einhvern leik sem skiptir ekki máli. Nei, það skiptir engu fyrir þá, sko. Það er versta. Ég er bara raunsætt. Það eru sumir sem að spila best þegar minnst er undir. Ágætispunktur. Það er ágætispunktur, en það er svo sem eitthvað til í. Þetta eru litlar líkur ás. Við sjáumst aftur á morgun og svo verðum við aftur á miðvikudaginn. Á miðvikudaginn þegar það eru 18 leikir á sama tíma. Reynir, takk, Keli, bless og Nafli, takk. Heyri er. Takk. Takk sem leiðis. Hamingju með fyrsta seðilinn. Takk fyrir það.